Já, komið sælir, áriði góðir og verið velkomin í KA TV. Hér heldur betur stórleikur framöndan, heldur reyndar, ég segi þetta alltaf þessar vikurnar, en það líka bara nóg af stórleikjum. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér Jóna Margrét Arnarsdóttir, velkomin Jóna. Já, takk fyrir það. Þetta heldur betur stórleikur. Já. Það að duga að drefast fyrir KA-liðið. Akkurat. Seinni leikur KA afturheldingar hér í undanúrslitum úrslitakeppninnar karlamegin. Afturhelding vann fyrirleikinn í Mosó 3-1 eftir að KA hafði unnið fyrstu rununa og geta því klárað einvígið með sigri hér í dag, en þessi nokkuð ljóst að strákarnir munu reyna allt sem við geta til að stoppa það. Já, ég ætla rétt að vona það allavega. Segja það með þér. Því miður þá erum við í þeim vandamálum hér fyrir norðan. Það rosalega gott veður, þannig ég held að það verði margir sem verði bara úti og hafa notalegt. Þannig að vonandi bara þeir sem mæta í húsið átti vilja sér heyra. Já. Við þurfum á stöðum að halda. Já, svona fyrirfram, hvernig heldur þetta spilist, Jóna? Ég veit ekki alveg sko, mér finnst þetta vera mjög skemmtilegur leikur síðast. Það var mikið spil og allt svoleiðis og góð gæði í báðum liðum. En svona, ef maður horfir á liðin hvernig það búið gangi í vetur, þá kannski afturlíðing aðeins með yfir höndina. Hvernig það hefur verið. Já, það var klálega verið stöðuleiki þeirra leik. Akkurat. Það eiginlega snýst svolítið það. Já, en svo eins og segir, þetta hörku skemmtilegur leikur í Mosó og allar hérna mjög jafnar og spennandi. Akkurat. Og KA var svona ekkert langt frá því að koma sér 2-0, voru í góðri stöðu í seinni hluninni. Já. En það mistu það frá sér og fyrir vikið þá kom svona blóð á tennurnar hjá afturheldingu og þeir kláruðu leikinn. Þannig að þetta eins og segir, verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta fer í dag. Kíkjum á lið gestanna. Númer 2 þekkjum við ansi vel í KA-menninu fyrirliði KA, Mason Kastner, vann allt sem hægt var að vinna með KA. Það er núna í afturheldingu. Númer 3 Kristinn Benedikt Hannesson, með 4 Hilmir Berg Halldórsson, með 5 Kristinn Rapp Sveinsson, með 6 Atli Fannar Pétursson, með 7 Sebastian Sævarsson, með 10 Kári Hlinsson, með 11 Hafsteinn Már Sigursson, með 12 Egill Kolka Hlöðversson, 14 Dorian Poing, 14 Mattias Ulloa, 17 svo Arnór Snær Guðmundsson og þjálfari svo sjálfur Borja. Já, ég segi afturhelding, hörkulið, endaði öðru sem í deildinni og ég segi eru 1-0 yfir hérna í þessu einvígi. Kíkjum á lið KA. Númer 1 er Antoni Jan Suravski. Númer 2 er Pedro José Lozano Caballero, lengsta nafni í KA-liðinu í dag. Númer 3 er Miguel Mateo Castrillo, spilandi þjálfari og stigahæsti leikmaður úrvalsdeildarinnar. Númer 6 er svo Birkir Freyr Elvarsson. Númer 7 Strafko Kaminov, uppspyrarunarka magnaði. Númer 8 er Óskar Fernández Celis. Númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10 Hermann Býring Ottosson. Númer 11 Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 13 Gísli Martin Baldinsson. 14 Matteus Jelinevski. 16 Magnús Rosatsa og 19 er Andri Snær Sigurjónsson og þjálfari er svo alltaf Gía Guðnadóttir ásamt Matteo. Gía svona stýrir þessu með alltaf Matteo sem er að einbytta sér að spila. Yes. Já, það er alltaf ansi magna að hafa Gíu í lykilhlutverki bæði karla og kvenna megin. Já, það er mikið að gera hjá henni núna sístu daga. Já, ég get trúað því. Þið er svo að fara til Húsavíkur á morgun. Já. Já, það er á morgun, já. Það passar. Stórkostlegur leikur hérna milli ykkar í fyrsta leika hérna daginn. Heldur betur spennandi. Já, og þú með þjónustaðir áhorfðu vel með að koma tvær magnaðar laumur í áttarheiminni sem að klára þetta. Já. Þannig að ég segi við viljum bara fá sem mest af áttarheinum við þá greinilega virkir að laumur meira. En þetta er að fara á stað hérna hjá okkur og það er Óskar Fernández Celis sem að byrja þetta fyrir KA. Flottur bolti. Og þessi er það er rétt úti. Já, þetta var þokkaleg fyrsta uppgjöfuleikt, við sjáum þetta aftur hérna. Það er svona örugg en samt góð. Þetta var eiginlega. Já, svo kemur boltinn frá Hafsteini út og KA fær því fyrsta stigið. Óskar aftur. Já, góð uppgjöf. Heldur betur en vel gert að verjast þessu. Svo kemur fín vörn hjá Óskari og boltinn svo á Pedro blokkaður og bjargar sig sjálfur og Matteo skorar. Já.
Þetta var eiginlega mögnu björgun hjá Pedro. Sjáum þetta aftur hérna. Ekki nóg með að sé engu jafnveg, en það líka tegja sér pressin í boltan. Þetta er virkilega vel gert. Og Káa komið í 2-0. Já, hörku uppgjöðin, taka vel á móti. Já, og þarna tókst þeim að nýta sér góða móttöku. Já. Dorian Point með fyrsta point í dag. Eins og það má alveg búist þetta verði bara stál í stál allan tíman, en fyrirleikurinn var alveg ótrúlegur. Ég held að enginn hérna við unnist meira en 3 stigum. Nei, ég held ekki heldur nefnilega. Maður vissi aldrei hvað var að fara að gerast þegar allan tíman. Nákvæmlega. Sjáum hér gefur Matteo. Klálega touch hefði ég haldið, en ég veit ekki neitt, þannig að ég kannski heyrti í einhverju öðru. Já, ég heyrði eitthvað, en mér sýndist sem boltinn eiginlega ekkert breyta stefnið eða neitt. Ja, 2-2. Það er Pedro og þessi bolti. Þeir halda svo lífi. Já, frábærlega gert, en Káa þarf að nýta sér þetta núna. Kemur Hermann blokkaður. Já, Mason Kastner með svakalega hóvort þarna. Eins og við þekkjum alltaf styrkleika Masons, hann er alltaf magnaður. Ekki bara inn á vellinu, en líka bara svona drifkraftur í honum. Já, akkurat. Svona típisku fyrirliði. Já, akkurat. Afturlík núna með 3 stig í röð. Og Pedro slassar út. Já, við erum mikið að leita Pedro núna, en... Já. Stráko, aftur á Pedro og núna er hann skorar hann. Mikill stemningsmaður og gott einmitt að ná að virkja hann strax. Já, komist í stuði, sko. Já, ég skil það alveg að leita á hann núna. Fyrsta stíða Pedro. Síðasta leik var hann lengi að fá stig skráð, það var alltaf dæmt net og svona. Það komið núna strax á blað. Það er Hermann fyrir Káa. Það er bara öruggur og... þetta er 4. Já, það var dauða færi að Gísli hoppa upp með uppspilunum. Já. Og var auk þess, var ekki öruggur bara einn á mótunum líka? Jú. Já, bara... Þannig að, já, úrvalsfæri á miðjunni, það gerist ekkert mikið betur en þetta. Nei. Nei, við fögnum þessu 4-4. Mín móttaka. Já, vel slegið. Já. Hafsteinn má eiga það, hann er rosalega naskur að klára sín færi. Já, og líka rosalega hátt í loftinu, þannig að hann hefur svolítið mikla valmöguleika. Já. Það er alveg svakalega. Það er nákvæmlega þannig. Það hjálpar alveg Blaki að hoppa hátt. Já, það gerir það. Þetta kemur hann, en Óskar með flotta. Já, frábær móttaka. Frábær vörð. Já, vel gert. Og hvað endar þessi? Já, Mattheus sjálfsögð mættur hérna. Pedro blokkaður. Já, gott cover hjá Mattheus. Hann er komið eitthvað höfugum megin af vellinum og svo kemur Laumann. Þetta þurfum við að sjá aftur. Hann er allstað. Sjáu þetta, hann er sko nýkomin upp á lappirnar aftur, þá mætir hann aftur og komin alveg hinum veginn. Og svo kemur möggun Laumur frá Matti og já, þetta var stórt skemmtileg stig. Já. Þetta var mjög vel á stað, 5-5 hérna. Já, Matti á. Já, fyrsta blokkin hjá Káa kominn. Það er Matteo. Matteo komið 3 stig af 6 hjá Káa. Já, bara triple block. Já.
Já, boltinn var upp á Matti og hann svolítið aftarlega og blokkaður. Á líka trippelblokk hinn minn, þetta er svakalegt, það er allir. Jæja, það er umhverfið bara að þrítryggja þegar þú getur það. Já. Eins og náttúrulega boltinn ansi aftarlega fyrir Matti og kannski fyrst það voru þrýra í háhörðinni, það reyna bara að setja hann öðrugt yfir. Já, akkurat. En það er alltaf auðvitað fyrir mann að segja það eftir að það er upp í stúku. Það kemur Sliðin áfram með háhörðin góð. Já. Hafsteinn, vá! Já, hann mátti alveg að mála eiga það, hann svífur þokkalega maður. Já. Kemur hérna hörku smass úr afturlínu hjá honum og kemur afturlíki í 7-6, jafnt á öllum tölum núna. Já, fín móttaka. Já, og núna setur fyrsti boltan út. Sýndist samt Mason fara í neti. Já, Matteo er sama sinnis. Já, það ætla að hristast eitthvað. Já, ég er ekki frá því, hann hefur farið aðeins í strengina það. Matteo þarf samt kannski aðeins að passa sig, hann var smá hasar milli hans og dómarana í síðasta leik. Lína. Já. Við sjáum þetta ekki hérna í endursýningunni. Nei. Já, þau eru vakandi að myndavælinni. Það er rétt stígur. Táslunar. Við þykjum þetta 8-7. Og nú fáum við annarkvæmt ás eða net. Eða net yfir. Já. Þetta var enda mjög vel gert. Já, sýndi styrk sinn hann Mattías. Já, afturhalding aftur 2 mínútur yfir. Eins og mikilvægt að missa það ekki langt frá okkur. Ansi sterkt við ná að vinna fyrstu hreinu þegar ég segi það er fyrir pressa á Káa. Já, akkurat. En svo á sama tíma reyndar hafa strákarnir gert það sko að svona sínu sér enginn í vetur að tapa þessi 2 og vinna svo í 8 hreinu. Hann gerði það bæði á móti afturhaldingu og Hamar hérna fyrra árinu. Þetta var frábær móttaka. Já, vel gert í Hermanni. Og já, það er net þarna, hann Atli. Já, Atli Fannar, já. Atli Fannar. Sjáum þetta aftur hérna, já, aðeins og niðarlega fljótur að biðja afsökunar þessu. Móttaka. Góð hávar, boltan í leik, kemur Hafstjörnan yfir, nú þurfum við að nýta ykkur sénsinn. Kemur Matti afturlínu og þessir inni. Já. Blá hornið. Frábærlega gert á strákunum. Voru ekki lengi að refsa þarna þegar afturlínu að gefa boltan yfir. Og Káa leiðir núna eftir 3 stig í röð. Sjáu þið, Óskar ekki langt frá því. Nei, hann las hann en hann var ekki alveg nóg ákveðinn kannski. Já. Já, og að sjálfsögðu áfram, já, 10-10 núna. Já, frábær móttaka. Vel gert. Já, ég viðurkenni maður hafði ekkert miklar áhyggjur að Matti myndi ekki skora þarna. Eins og segir, mjög góð móttaka og svo ætlaði þetta með Stravko hérna og engin móttaka þarna fyrir Matti og þá er þetta vel. Já, vel gert hjá Stravko. Já, Protoro. Já. Það fagnarlátur að svona dæma myndi ég halda að vera Óskar. Já, ég held það líka.
Við blokkið búin að vera mjög góð hjá báðum liðum í þessum leik. Sammála því. Loka vel. Algjörlega, eins og það er sko, búin 2 blokkstig á KA, 3 hjá Aftureldingu, þau gætu verið fleiri, en já, hárrétt, blokkið búin að vera frábær. Þessi er út. Já, þessi er út. Já, það var ekkert trött þarna þá hann sem hann leitaði eftir í. Sjáum þetta eftir núna, hann slæðir hann ansi hátt, þannig að, já. Já, hann er að leita af puttum, allavega hann næri ekki alveg. Nei, þá tekur Bokka leiklið fyrir Aftureldingu. Ekkert langt sinni Aftureldingu var hvað, 2 stöðum yfir, núna KA 3 yfir. Komið fínn kafli núna hjá strákunum. Já. Já, kíkjum kannski á stigastu leikmenn. Sjáum Matteo að vanda að skora mikið, komið 5 stig í KA-liðinu, Petr og Óskar með 1. Já, Aftureldingu þar aðeins meiri dreifing, Mason og Hafsteinn báð með 2, svo er Dorian og Mattias báð með 1 stig. Við sjáum náttúrulega að KA komið 7 sóknarstig af þessum 13. Já. Þannig að Aftureldingu búið að gera svolítið af mistökum. 2 uppgjafir klikkað hjá Aftureldingu. Enginn á KA. Það munar það. Já. Reynda fannst okkur alveg magnað í leiknum við ykkur á móti Völsungur daginn að Völsungur átti ekki 11 fleiri mistöðar uppgjafir heldur en þið. Já. En samt fór leikurinn í oddahreinu. Já, það er reynda svakalegt. Það hefur kannski ekki alltaf allt að segja. Nei, akkurat. En þetta er virkilega vel slegið hjá Pedro. Og kemur KA hérna 4 stöðum yfir, mikill karakter í strákunum núna. Fín uppgjöf. Já, Matteo sér sitt að vanda, Óskar að lauma. En það er ekki allra að lauma. Nei. Sem áttur full lítill kraftur í þessu og því fer sem fór. Næja, Matteo afturlínunni og það bolti fer í loft. Það er að virka mjög vel hjá þeim, þú veist, þeir spila það hratt pæp að getur verið svolítið ruglandi hvort hann sé að spila upp á miðuna eða pæpið og þetta er alltaf búið að virka mjög vel hingað til. Já, heldur betur. Það er spurning hvort að háörnin hjá Aftureldingu fara að ná að lesa það. Þeir voru alltaf búin að lesa allavega framspila alltaf mjög vel allavega. Akkurat. Já, góð uppgjöf. Hafsteinn einu menn en Strafkó. Góða vörn, kemur Pedro. Já. Hann er að slá í gegn. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Sjá hann líka hvað er mikilvægt að aðri leikmenn heldur auðspyrjarinn geti spilað upp. Alltaf eðlilega er svolítið að leita að því að setja boltan á auðspyrjarinn í fyrsta bolta. Akkurat. Þá klikkar fyrsta uppgjöfin hjá KA í dag. Kannski getur óvænt að sé Óskar þannig að hann er búinn að sækja að pressa mikið úr sínum uppgjöfum. Já. Við fyrirgefum það alveg þá að klikka inn. Já. Já, flott móttaka. Já, veldur. Já, Matti á móti singublokki er yfirleitt alltaf bara á í svona stig. Já. Áhugavert að spila við erum Champions núna, það er ekki aðeins í það. Já, nefnir. Það var auðvitað að hugsa þetta kannski svona heldur djátt. Já, við erum í góðri stöðu fyrstir inn hérna. Þannig við erum bara að gera að fagna þessu. Já. En fín sókn á Aftureldingu hérna og Matti og missir hann út af. Við erum búin að spila mjög flottan sóknarleik
upp á síkastegi. Það er svona svolítið tekið svona tennirnar úr 17 leik afturhendingar. Já. Spurning hvort þeir náðu aðeins að svara fyrir sig núna. Kemur Matteo og frábær vörn. Og kemur Matteo aftur, laumar og á fyrir netið. Þetta held ég allir hafi séð að hann rakst í netið þarna í setjaboltanum. Ég held allavega að það var annarkvort það eða boltinn hafi farið í antenuna þegar hann sló hann. Ég sá ekki hvað. Já. Þetta var allavega ólulegt. Já, það var eitthvað. Flott móttaka. Smá. Nákvæmlega að tengja þetta miðuna en K.A. kemur þau í staðinn og þessi bolti. Frábær Björgun. Myndavarinn Björgun verka þarna. Ég kannski sjá um endursýningunni hversu tæft þetta var. En gott stíð af Gísla Martini. Já. Það er gott að hafa leik með meistaraflokks hérna í öllum hlutverkum uppi. Já. Þá tökur Afturelding sitt annan leikli. Já, svona eins og segjum, við erum bara að tala hvað Afturelding búið að spila í upphafi, en ég man nú bara ekki til mörgum sóknarstöðum eftir að við tókum leiklið á hann. Nei. Svo líka held ég bara að það vanti smá, þú veist. Þeir eru líka alveg svolítið þekktir fyrir að verjast vel og berjast og svona, og kannski vantar aðeins upp á það líka. Já. Já, við sjáum hérna að K.A. hefur núna skorað frá síðasta leikli. K.A. skorað 5 sóknarstig gegn 1. Já, akkurat. Það stundum segi eitthvað sem er ekki bara vitleysa. Nei, akkurat. Við sjáum alltaf Matteo kom með 7 stig og alltaf eins og það mun alltaf svo rosalegu fyrir K.A.-lið þegar Matteo er á sínum degi. Já. Fannst þeim fyrir, hann skoraði eitthvað 20 stig í fyrirleiknum, samt fannst fólk vera að tala hann hefði ekki átt sér besta dag. Já, akkurat. Segir svolítið hvað, það er mikið pressa á honum. Já. Jæja, áskoraði sóknastig. Já. Ég heyrði greinilega í þig. Já, við vorum að kalla eftir þessu. Já. Já, mikilvægt fyrir Afturelding að ná að brúa bilið sem allra fyrst. Þetta er alltaf eiga eitthvað möguleika í þessari fyrstu rinnu. Já. En gleymum því svo sem ekki að K.A.-liðið var 4-5 stigum yfir settilutan í annar rinnu í Mosó. Akkurat, og svo missaði það niður. Já. Þannig að þetta er aldrei búið. Já, boltinn upp á Mason og frábær hávörð og frábær vörð, svo í kjölfari líka. Já. Sveinsson hjá gestunum, boltinn á kantinn og já, gott hjá Óskari, góður. Og þetta er klálega lengsta rally í dagsins. Já. Stravko á Matteo, þeir eru 2 á mótornum en hann skora samt. Hefðrilega pakka með þessu vel. Já. Þetta var... Það gerir nefnilega líka rosa mikið að vinna löngu rallyin, sko. Já. Kemur kannski mikið óvart að Matteo hafi verið svo sem að klára þetta svo. 8 stig hjá honum og ennþá svolítið eftir að fyrstu rinnu. Lauma en Stravko vakandi. Kemur Matteo afturlínu, laumar en aftur Kári klár. Og kemur. Næsti var í netstreng frá Pedro. Já, Kári líbero hjá Aftureldingum að eiga það. Hann er búinn að standa vel fyrir sínu hérna og átti 2 flotta bjarganir einmitt í þessu rally. Já. Og svona reyna að vinnast á líberuna líka. Já, akkurat. Það er auðvitað að glemma því. Já. Jæja, þá er Arnór Snær Guðmundsson í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Það er fyrir Matteo, kemur Óskar blokkaður en Pedro klár. Kemur Pedro bara sjálfur. Frábær hávörð. Já. Sjáum við þetta aftur hérna. Já, þetta er seiling. Já. Fyrir alveg pressið lifir hérna.
Æja, 4 stiga munur. Við þurfum að halda haus. Þá skiptum við Birki Frey inn á. Já. 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 Það var strax sitt. Já, frábær blokk á Óskari hérna. Já, heldur betur. Mér fannst svona eins og hann væri að verða seinna og síðan bara hann mættur. Já, sjá hvað. Það tekur svakalega sprett þarna. Það er mikill sprettsmaður. Sér alltaf með að panta pítsunar hérna frá sprettinum kringum leiki. Jæja, 21-16, þetta var mikilvægt að halda í fórskotið. Já. Gísli Marteinn fyrir Káa. Setur hann út. Já, gaman að sjá það er svona að ræta svolítið úr mætingunni. Já. Vonandi verður eitthvað að versna fyrir norðan. Líka ekki gott kannski að hitta akkurat á Andrés og allir það. Já. Svakaleg blokk þarna. Heldur betur, eins og þú segir, það er búið að vera frábærar hávarnir. Já. Báðum megin. Komið 4 blokkstig á afturhendingu, 3 hjá Káa. Eins og okkar helsta trikk hefur verið afturlýnismöss til þess að verjast þessari góðu hávörn. Já. Og þá kemur eitt. Nákvæmlega. Frábælega gert hjá Matti og góðu bolti líka á hann. Ansi uttalega og hann slæðir svo línu í kjölfarið. Þá hefur Gíja sér nóg að Birki í bili. Já. Losa sér við hann. Og Petró mættur aftur. Ég skil hana mjög vel. Petró kemur fram á hórninni og rúmlega það. Þessi boltin er svona frekar aftalega en Petró bara klókur hann að lesa í hórnina. Þá gerir afturhalding skiptingu og Mattías fyrir út á og Hilmir inn. Já. Hann kemur þó í uppspilið. Já, kemur alltaf inn núna og má engin mistök gera. Þetta var ekki hann sem gerði mistök. Nei, ég var einmitt að fara að segja það. Þetta var ekki hans allavega. Þetta er magnað, þetta er fyrsti ásinn í leiknum. Já, það er enda rétt. Strafið með að fara að læra aðeins að ykkur stelpunum. Það er nóg af ásum hjá ykkur. Já. Jæja, 24-18 og það trúum ekki öðru en að þeir ná að klára þetta úr þessu. Nei. Það veit maður. Það var Hilmi á kantinn og þessi er net. Þessu fylgdi 4. Já, þetta var alveg klálega 4 hefði aldrei. Já, vel gert. Hörðu, hann nær. Ok, það kemur Hermann af hárinu út. Jæja. Það kom ekki að sög þó þau mistu þetta Nei, fjórunum. bara klára þetta vel. Já, gott eins og selgast að þeir héldu haus og kláru. Já. Það er svo ofta með að missa hausinu þegar dómar að missa einhverju. Akkurát. Þetta var, það var virkilega góð hrína hjá Káa-liðinu. Við náðum svolítið að loka á sóknarleika afturlendingar og fyrir vikið þá voru við með frumkvæði í þessu. Já, og það líka, þú veist, ef maður næri ekki kannski að skora oft þá dregur það svolítið úr manni og maður verður svona svolítið þú veit ekki alveg hvað maður á að gera, svona úrráðalaus eiginlega. Það kannski er líka svolítið staðan. Já. Það er bara nákvæmlega hannig sjáum þessu að afturlendingi svona hefur frumkvæði til að byrja með en síðan kemur svakalega góðu kappi á Káa sem við breytum stöðun úr þegar að 2 stig undir í það að komast þarna 15-11 yfir og síðan 20-14 og vinnum svo 25-18 sigur í þessari hrinu. Kíkjum á stigaskorunina. Miguel Mateo Castrillo með 9 stig á Káa, Petró 4, Óskar 2, Strafko, Hermann og Gísli allir 1.
kíkjum á gestina. Þar eru stigahæstir Hafsteinn og Dorian báðir 3 stig, Mason með 2 og Mattías með 1. Og kíkjum svo á tölfræðina í fyrstu rinnu. 25-18 sigur Káa, eins og sjáum Káa skora 13 smastig gegn 5. Já. Við erum með 1 ás, við erum með 1 laumu og svo reyndar hefur afturning sigurinn í blokkum, það er 4 gegn 3. Og Káa gerir endanum fleiri mistök en kannski eðlilega því við ætlum að sækja kannski svolítið meira. Já. Og bæði líka 2 uppgjöfum. Já, svona eins og segi, hvað maður að segja þessa fyrstu rinnu, svona, mér finnst afturleik alltaf sóknarlega klálega svona inni en... Já, ég sammála því. En á sama tíma, mér finnst líka vörnin á Káa líka búin að vera mjög góð, þannig að... Já. Það er ekki að þessi ekki búin að vera að reyna. Nei, akkurat. En eins og ég segi, þetta er ennþá galopið og eins og ég gleymi ekki að Káa vann fyrsturinn í fyrirleitnum. Já, akkurat. Og það skilaði engu. Nei. Það er spurning hvað gerist núna. Já. En já, eins og ég segi, svo alltaf er leikur með 2 hjá ykkur á móti Völsung á morgun á Húsavík. Já. Það var búast við svakarri stemningu. Já, það er alltaf svoleiðis á Húsavíkinn. Já, og líka það var virkilega gaman að sjá hvað það mættu margir í Káameli. Það er alltaf voða gaman að keppa á mótið heima því að það er alltaf bara fullt hús og... Einmitt. Já. Og svo alltaf því kannski eigi líka smá harma hefna því að þið töpuðu 3-0 á Húsavík. Og alltaf plús það eins og við reddum eitt í útsendingunni á leiknum ykkar síðast að það munar rosalega að ef þið náðu að klára 2-0 einvíð að fá þessa smá frítag. Smá pásu, já, það leikir mjög þétt þessa dagana. Já. Þangað til að kemur öldungur, þá kemur vikupása. Já, það er rétt. Sem er þetta kannski fyrir einhverja sem er kannski inn í blagheiminum, finnst það kannski svolítið fyndið en það öldungur er alltaf bara svo risastórt fyrir blaghreyfinguna að þeir sem er að vita, þeir vita að þú keppir ekkert við öldung, sko. Nei, það er bara ekki þannig. En já, ég held ég sé ekki að ljúga, ég segi að það er, þið spilið held ég 1 leik í úrslitum með ég er eitt alltaf með að þið vinnið þetta. Alltaf bjarsinn. Já. Og svo kemur þessi öldungapása. Já. En já, allt bara klárt í rinnu 2. Já. Sýnist liðin vera óbreytt. Já. Það báðum liðum. Já, það var bara að fatta bara fyrst núna, alltaf feðgin að dæma leikinn, það er að segja annar dómar og einn línuvörður. Já, það er rétt. Það er þetta mjög skemmtilegt. Já. Ekki oft sem maður sér þetta. Nei. Valdís, Kapitola og svo Birkir að spila. Já, svo er Birkir að spila. Þetta er skemmtilega lítill heimur. Já. Skemmtilega lítið hvað blakið er eitthvað lítið á Íslandi. En við það samt alltaf vera að stækka núna. Já. Og ég þess að klálega, það er tekið svona stórskref fram á við síðustu ár, þannig að ég... Já, ég sammála því. Þetta er bara vaxandi. Já. Jæja, þá erum við klári að hefja leik aftur. Gjöfum hérna frá Atla Fannari og Matti í vandræðum og... Það er þá ekki fyrsti ás afturöldingar. Það er hárrétt. Já. Það er Atli Fannar Pétursson. Matti á eitthvað hálfsofandi, var lengi að bregðast við þarna. Sjáum hérna 1-1 í ásum. Kemur Atli aftur. Þetta er vel gert á Óskari. Kemur svo Matti og skorar. Slæðir hann að uttala í blokkina og ger sitt 10. stig. Og miðað við það stigaskor þá kannski eru 20 stig síðasta leik bara oflítið. Já, í rauninni miðað við þetta. Já, Hafsteinn, vá. Já, hörkusmass. Og eins og segir, hann er svo lengi í loftur, hann er svo langan tíma að lesa og vega og meta. Já, getur bara beðið og
Kemur hér afturhendingu í 2-1. Já, flott spil. Já. Það verðist vel. Heldur betur. Og... Já. Já. Sjáu þið Matteo. hörku. Já, en hann er ekki að stýra þessum. Nei. En rallíunum er að fjölga. Já. Það er jákvætt. Já, Dorian kom með 4 stig og svona eins segir svona það fyrir kannski einhverjir afturhendingar meira þannig að fara að stíga meira upp í stigaskorun. Já. Svona Já, Ó. vel gert. sjáum hérna að Hafsteinn týnir boltann í smástund og Líka svolítið truflandi, hann dettur á netinu og já. svolítið. Já, en þetta, ég er ekki að dæma neitt. Nei. Ég skilji það mjög vel. Já. Nú er Atli aðeins að ræða við dómarana en þrátt fyrir þessi mikið undir, þá er ekki búið að vera mikið dómaratöð til þessa. Nei, það er enda rétt. Það verður vonandi bara sem minnst það. Já. Æja, kemur... Á, einhver minnskilningur, en Mason er að berga þessu. Já. Ó. Þetta var veðslegið. Já. Greinilega borga sér Bretti Berma greinilega. Já, Þetta það er var greinilega. hörkusmark, svo Dorian. Þú þekkið ekki að það megi spila í ermarlausum bólum í flækjunni. Ég veit það ekki reynda. Það var alla á kvennamegin. Já. Já, áfram með fín Howard hjá gestunum og þeir skora svo í kjölfarið. Já. Eins og segja, þetta Howardin er að skila sínu hjá þeim og gætu heldur betur verið fleiri blokkstig hjá þeim heldur en 4 sem er samt þó nokkuð einir hennu. Já. Boltinn var út frá aftinni. Já, þá kemur Matteo fyrir Káa. Víkboltið missa henni of langt en Hafsteinn bjargar þessu. Og frábær Howard. Já, þetta var Hans Strafkó. Það er 4. blokkinu á Káa. Já. Bopparinn. Og já, Petur mættir undir, vel gert og kemur svo út á Óskar en Howard er góð en enginn klári þetta. Já, það var þokkalega fast frá Óskari að eiga það. Já. Já. Það er kannski svolítið erfitt, hann kastaði hann svo langt inn að hann gæti heila ekki. Enda sér þetta ekki á Matti og hann brosir bara. Já. Lítið þetta gerir þessu. Já. Ó, þessi var tæpur en endanum nær Atli Fannar að klára þetta. Annað stig hjá Atla Fannari og þau eru bæði í annarri hrinnu. Fín Howard og... Vel gert gott upp. Já.
heldur betur, svo fer hann hérna á kampinn og fín hárta Káa, spurning hvort það ekki er net hjá. Já. Ég held að þetta sé rétti dómur. Já, ég held að þetta er svart gómir sem viðurkenna það, þannig að Já. þá er nú mikið satt. Óskar sá að eitthvað öðru sig. Já, það var svolítið. Svolítið óánægður með þetta, en þetta er bara rétt. Já, fín móttaka. Afturlínu bolti frá Pedro, en áfram er að verjast vel. Kemur Hafsteinn, Mattheus. Og bara lesið honum, kemur svo Óskar hinum megin. Já, þetta er bara alveg eins. Nákvæmlega. Gætur endur sínt bara stíð á hann. Já. En eins og við vorum að nefna á hann, bara hreyfingin á Mattheus í líbérastöðunum Já, Káa. þetta er svakalegt, sko. Líka við síðasta leik, hann var bara allstaðar. Já, það væri gaman að sjá svona hitakortið með að segja í fótboltanum, Já. hvar hann er á vellinum. Já. Það var reynda mjög skemmtilegt að sjá. Það var bara einn stór rauður ferningur. Jæja, Gísli Martins fyrir Káa. Afturling 2 stigum yfir og enn eitt bolti sem að stoppar á netinu yfir. Þetta gera það mjög vel. Já. Atli Fannar er að stíga upp núna. Já. Mason, þetta er þægilegt Matti og boltinn svo á Pedro og þeir ná verið þessu en boltinn dettur á Hermanni og Hermann klárar þetta og svo frábælum. Já, vel gert hjá Óskari. Já, sjáum þess að fullkomnu laumi hjá honum. En Mattheus að vanda, réttum að réttum stað, svo kemur Matti aftur línunni og skorar. Þetta er bara nákvæmlega sem við þurfum að gera, það er bara afturlínuspössinn. Akkurat. Þetta er ekki flókið sport. Nei. Frábær vörn. Og fá þér aftur sénsinn núna og setja hann á Atla. Já! Og fór ég jörðin hann það. Það hefði verið geggjað enda. Heldur betur. Ég segja mæðir mikið á Mattheus en hann er að delivera en erfitt. Þessi bolti var ansi brattur. Afturlínuboltinn en núna reynir Matti á lauma. Atli svo enn að skora í 5. stíðans af 11 í annar reynu. Já. Já, þeir eru líka, og eins og Atli, hann er farin að nota, hann veit að góð hávörð, hann er bara að fara að nota hana meira og ekki bara að bomba, heldur líka bara ít í blokkina og svoleiðis. Heldur betur. Talandi blokkina, það er frábær hávörð hjá Sebastian. Ká tekur á leiklið. Já, afturlíkum svona með ágætist taka á þessari annar hreinu, búin að leiða frá upphafi. Já. Það er svona spurning hvað Gíja og Matti og er að koma með núna. Já, það er. Við erum svolítið ennþá kannski að gera það sama meðan afturölding aðeins að stíga upp. Ég held að það sé svona líka svolítið muni. Þeir eru farnir átt að sjá því að það virkar ekki geta bomba lenguna því að það er blokkarna og hún er há og þá þarf bara að nota hana meira. Já, sammála því. Svo náttúrulega eigum við hérna líka nokkra leikmenn sem eru ekki búin að koma í sögu í dag, eins og Sölvi og Andri sem dæmi. Já. Alveg spurning hvort það myndi kannski aðeins
Bara prófa eitthvað kannski. Já, að rótera aðeins. Já. Kemur Óskar og blokkaður allt hressilega. Sjáum við aftur hérna. Þarna akkurat það gerir skiptingu. Já. Kemur Sölvi Páll inn. Já. Fín móttaka. Og kemur svo Sölvi skora. Já. Þetta heitir að koma sterkur inn. Já. Bæði móttakan og smansið, vel gert. Og svo fer Sölvi beint í uppgjafstöðuna líka. Ég vil ekki segja það, komið ás núna líka. Já, það er spurning. Já. Þessi er inni, já. Já, beint á línuna. Já, línjurinn var ekki alveg svona, en þessi var inni, það var alveg klárt. Já, Afturelding núna komið 5 stigum yfir. Smá miskilningur þarna. Já, þetta er dýrt í þessari stöðu núna. Já, þeir eru orðið svona heldur brött brekka núna. Já. Annar ásinn hjá gestunum, þeir eru báðir frá Atla-Fannari. Já. Új, Sölvi missir hann aftur að segja, Matti og klár. Vel gert hjá Petró. Það var svona helst til temmilegt þagn hjá honum með að þetta var Já, eiginlega. Já, Petró komið 5 stig og er að standa sig fínt hérna. Við þykjum þetta nú. Já, kannski svona loksins þá klikkaði eitthvað hjá honum í annarri hreinu. Við erum búin að hitta alla boltana mjög vel hingað til. Æja, 4 stiga munur og ennþá nóg eftir. Já. Já, þessi er út. Já, hann var rosa tæpur held ég. Já. Það er næsta skref hjá okkur, það er að bæta við kamerum á línurnar. Já. Eða biðja dómarinn um að gefa okkur meiri tíma til að fara yfir endursýningarnar. Já, það. Það er kannski auðveldara. Það kemur Petró og slæðir hann út á. Það áður við missað það strax aftur 60 yfir. Já. Og aftur til Káa Leikli. Það er svona frekar erfitt að leið að við náðum aðeins að klóra í bakka, þá missum við strax tilbaka. Já, það er svolítið erfitt. Já, sjáum að bæði með þessi stig sem að Afturelding fekk núna voru mistök mótherja. Já. Aðeins að fjölga mistökur núna. Já. Káa gert 9 mistök í opnuleik gegn 6. Ja, Strákó á Gísla og frábær björgun og Gísli ætlar að lauma hana en frábæla varist. Gísli var alveg miðið sín stóð þetta. Það var svona ungu strákur sem var að vera að skamma hana. Já, svo bara tekinn beint út af. Já.
Jæja, 7 stiga munur, stefnir allt í afturhaldingu, séð að jafna metin í 1-1. Það er svo sem bjóðslega engu við því að þessi leikur myndi klárast í 3 hrinnum. Nei. Ja, Stravko á Matteo. Já. Já, sjáum hérna. Ég veit ekki hvað þetta hopp hjá Birkja hefði gabbað einhvern. Ég held að allir hefði vitað að þetta myndi fara á Matteo. Já, líklega. Það má reyna. Já. Þessi rútur. Ok. Ég held að hann hefði dottað línuna hana. Já, Dorian hann með. Já, þessi endarinni aftur 7 stiga munur og aftur ekki svona færist nær og nær 25 stigum. Já. Má komið að Matteo. Já, klikkar Matteo líka. Það er núna 20-13 afturhaldingu vil. Sjáum hvað Dorian gerir. Þessi fæður Matteo. Já. Loksins fengu það sem við viltum sjá. Já, og komin tími á eina svona. Já. Stravko komið 3 stig, 1 ás, 1 lauma og 1 blokk. Það vantar bara smá sjá honum. Já. Já, Hafsteinn með hörkubolta. Já, gott hjá Birki. Já. Svo klikkaður hérna, setur hann í netið. Það er alltaf að geta sett Birki inn, það gammal líbero. Já. Og spila eiginlega með 2 líbero og reyndar að það var Matteus út af þarna. Já. Jæja, 20-15. Við erum ennþá inn í þessu. Já. Það ser út. Já. Já, vel getur Sölvi að hann á að beygja sig undir boltan. Jæja, 3 stig í röð hjá KA. Já, tekur afturhalding leikli. Já. Það er aðeins farnir að 6-a. Já. Á fórskoti, sko. Þetta er búið að vera mikið inni hjá afturhaldingu í þessari annar hreinu. Núna hafa þeir aðeins verið að gera mistök. Já. Það situr í net og setja hann út og... Það vill oft verða svona í enda hrinunar. Já. Þeir verður að skipta mestu máli, sko. Nákvæmlega. Og líka kannski erfitt að halda sama tempó í alla hrinuna. Já. En það er mjög fyndið í Blackinu hvað maður sér þetta ofta líka sem vinnu við Soundfarter sigur í hrinu og missir svo næstu hrinu algjörlega tilbaka. Það er bara mjög algengt. Þannig að stundum vel að óska maður sér til að gefa aðeins eftir. Það vinna ekki of stórt. Nei, það er eiginlega svolítið hættulegt að vinna of stórt, sko. Já. Einhverju hrinum. Jæja, leiklið búið og Birkir áfram í uppgjöf fyrir KA. Já, hann bara tekur hann bringurinn. Vel gert, já, Petró. Greinilega verið í fótbolta á yngri árum. Já, En þetta er eins og frábæra slegið. Já, Atli Fannar áfram að raðinn stigur hans 8. stig og þau eru öll í annarri hreinu. Það er þetta rosalega. Hann er að nálgast þessi 9 stig sem að Matteo gerði í fyrstu. Já. Við þurfum að halda áfram eins og segja. Það er alveg möguleiki að við náum áfram að tengja nokkuð stig. Við höfum bara stoppað strax. Já, góð móttaka og svo kemur Sölvi í háta út. Já.
Já, Sölvi að koma sterkur inn núna. Já. Þetta afturlínu smas í net. Já, eins og segi, það er aðeins að fjölga mistökunum hjá afturlíningu. Boltanum allavega. Fín háhörn, já. Þetta þurfum við að sjá aftur. Já, eiginlega. Hvað endar þetta? Við skilum tilbaka. Bæja. Kemur Sölvi, nei, fín vörn. Til að leiðilega vantar allir núna að sjá endursýninguna þessi á Petró. Fín háhörn, boltin enn í gangi. Já, mjög nálægt í. Svo kemur Sölvi aftur, frábær björgun og svo Petró og hvað var skoðar. Þetta var svo baka. Þetta var ruggla rally. Og vel getur ekki á Petró hérna nær að klára þetta. Þetta var mikilvægt fyrir KA í þessari stöðu. Að vinna þetta langa rally. Heldur betur. Það er bara að muna eftir þessari endursýningu upp á að reyna að finna hana eftir millir hinna. Já, það er leikli núna. Já, það er þá hérna, það fara aðeins tilbaka. Spurning hversu langt þetta var. Nei, það er búið held ég núna. Það er búið hana. Kemur þá hér, já, vantarlega. Já, ég held að sé hana. Nei, þetta er búið líka. Vá, hvað það var langt rally. Já. Það er rétt hjá þér. Þetta var bara alveg fyrsti boltinn í rallyinu, sko. Hérna. Já. Það sjáum við. Þetta var hreint, æja. Það eru ekki alveg klárir ennþá. Nei, við höfum það smá tíma til að sjá þetta aftur. Æja. Ekki búinn á Petró. Já, þarna var þetta. Einhvern hendur árum hérna og Sölvi þá. Sölvi misti. Sjáum við aftur endursýningu frá jáðan og svo sjáum við stíga Sölva. Já. Nei, ég sjáum bara ekki. Þá er ég hættur að vera eitthvað fyrst í endursýningu og leiðum að hnjóta sín. Það er 21-20 sem endist ekki lengi. Nei. Sebastian með mikið stig fyrir afturlendingu þarna. Þetta er að vera galopið aftur. Já, Stravko á Sölva og Sölvi, hann bara raðar í vinnuna. Vel gert, fjórða stigið hjá Sölva. Lauma hérna og þeir bjarga þessu. Og aftur kemur Atli og hann setur hann í háhörðina út. Vel gert hjá hann. Já, hann hendur á að leika við kvörnum fingur hérna í annarri hreinu. Hans 9. stig. Það rættist allavega aldeilis úr þessari hreinu. Já, heldur betur. Já,
Hér upp á Matti og Matti við blokkina, Mattius undir. Petró, frábæla slegið. Og góð vörn. Vörnin frábæri á og að lauma Petró. Það er ekki að stýra boltanum. Afturhending aftur að skýta sig frá. Jæja, afturhending einu stig frá því að jafna með til núna. Stravko, velur Petró. Nei, hann bendur úti. Þetta þurfum við að sjá aftur, hann er ekki alveg sammála. Spilum út í fóta nafnaborðin sem fyrir hérna, nei. Ég held að það verið svolítið inni. Við þurfum eiginlega að sjá þetta aftur. Sjáum þetta aftur hérna. Ég sé allavega ekki betur. Já, virðist skoppa hann inn en... En lítið þetta gerir því núna allavega. Jæja, afturhending, kannski sangjart tekur þessar hreinu á endanum. Já. Sjáum hérna að þeir komust hann í 5-2. Káa jafnaði 5-5 og eftir það var afturhending með frumkvæði. Káa náðu auðvísu að minkandi 1 stig. Tvívegis undir restina en komst ekki nær og afturhending jafnar hér með metin í 1-1 með 25-21 sigri í annar hreinu. Sjáum stigaskorurinn að Matti og gerir 4 stig í annar hreinu, komið 13 í heildina. Petró með 6, Óskar 5, Sölvi Páll sterkur inn í seinniluta annar hreinu með 4 stig. Stravko 3, Hermann og Gísli báðu með 1 stig. Hjá gestunum þar er stighæstur Atli Fannar Pétursson með 9 stig, öll í annar hreinu. Dorian Poing með 7 stig, Hafsteinn Már með 6, Sebastian Sævarsson með 3, Mason Kastner 2 og Mattías er með 1 stig. Kíkjum á tölfræðina í annar hreinu, 21-25 sigur afturhendingar. Ég segi sóknarleikurinn var töluvert öflugri á afturleikur núna, þeir gerðu 11 stig úr smössum, voru hvað, 5 í fyrstu hreinu, ef maður rétt. Já. Káa eins og líka með 11 smasstig, 2 ásar hjá afturhendingu, Inginn og Káa. Svo sjáum við hérna 4 laumir afturhendingu gegn 2 og bæði lið með 2 blokkir og bæði lið gera 6 mistök sem gefur mótinu stig. Káa með 3 missetnar uppgjafir og afturhending 2. Já, sjáum við að Káa var aldrei yfir hrinunni. Þannig að kannski lítið hægt að mótmann því að afturhending hafi kannski átt að skilið. Já. En nú er bara spurning hvort að Káa-liðið nái að snúa þessu séri við. Við kannski við höfum stundum ekki verið alveg nógu góðu kannski að bregðast við þegar andstæðingurinn gerir breytingar. Nei, já. Við erum svolítið fastir átt að spila okkar sama leik. Akkurat. En samt er það eins og fínasta breytt í Káa-liðinu. Við erum að vera bara óhrættið að nota hana. Já, við sammála því. Og eins og mjög bjartur punktur hvernig Sölvi sem dæmi kom inn og fær einmitt að halda áfram núna í þriðju hreinu sem er jákvætt. Já. Stegur bara að ég held ekki feilspor í. Nei, ég held ekki heldur. Og það er einmitt Sölvi sem að byrjar þessa þriðju hreinu. Fín stemning í húsinu núna. Já. Sem er vel. Kemur Sölvi smá brasa á móttökunni en gera nú ágætlega úr þessu. En boltinn frá Hafsteini í hálfleikina. Já, rétt sleikir hérna hálfleikina þessi bolti. Já. Þetta er rétt. Þessi bolti fer yfir og er séns hjá gestunum. Fín hávörð hins vegar. Já, Stravko tilbaka á Petró. Já, flott uppspil. Heldur betur.
Boltinn er upp á Pedro með fína bolta en þeir verða þessu vel og svo skorar hann Dorian, nei fyrir ekki Mattias, fyrir ekki, nei jú, Dorian. Já, ég hef svolítið gaman að þessu einkennismerki að vera með aðra erfina bretta upp. Já. Það hamlar honum allavega greinilega alls ekki, það er ekkert sem stoppar snúninga höndinni. Það slæðir örugglega aðeins fastar. Já, þarna snert hann netið aðeins. Já. Net á gestina hér, sjáum við þetta aftur. Já, smá hreyfing á netinu. Það er nóg. Já. Gísli með flotta uppgjöf og Hafsteinn íti boltan bara yfir. Kemur svo Matteo gerir það bara sitt sama. Já. Hann bara skorar úr því hins vegar. 14. stig hjá Matteo. Jafnar í 2-2 hér í þriðju hrinnu. Eins og ég bara, þessi leikir hjá þessum liðum að vera virkilega skemmtir, líka bara í deildinni líka. Þessi leikurinn í Mosó í deildinni fór í 8. hrinnu, þar að segja áður fór með öðru crossing. Þannig að bara ég held að allir blakkunundir vilja að þetta inni fari í 8 leik. Já, þeir náðu þessu. Gísli verður sem fór að skora. Ekki fallegasta stíði. Þeir gera vel úr því. Heldur betur. Sjáum þetta engum misskilningur en vel gert og það kom miðið þetta tvær sem að reddu þessu. Já. Það verður oft smá misskilningur þegar lípar hann út af. Já. Þetta er ekki alveg hver að taka hann. Reynda finnst með Hermann vera orðin ótrúlega naskur í afturlínu. Já, það er komið svona smá lípur og gen í hann. Átti mitt í leiknum á móti HK hérna síðast, átti hann svakalega pönnuköku. En hér klikkar 7. uppgjöf KA í leiknum og staðan því orðið 3-3 hér í þriðju hrinnu. Strafkoma eiga það, hann er ótrúlega klókur að redda erfiðum boltum. Já. Og Hermann hér svo með sitt 3. stig í kjölfarið. Já, kemur Pedro. Fín móttaka og svo kemur þessi bolti á hárninu og skoppar. Það vantar nokkra sentimetra. Eins og vill átt vera hjá líberónum að vantar nokkra sentimetra. Ég gerir kannski verka af hverju menn spila líberó. Já, gæti verið. En það vantar ekkert upp á karakter í Matthews, hann reynir við alla bolta. Já, það er hárið. Maður getur aldrei verið reiður við hann. Nei. Já, frábær móttaka. Kemur erfið bolti frá Pedro þarna í netið. Hörku uppgjöf en bara mjög góð móttaka. Heldur betur. Áfram er háðin góð fyrir gestunum. Smá árakstur. Já, þeir halda áfram. Já, góð blokk hjá Atla. Já, væga sagt. Já. Fínn kafli á gestunum núna, 3 stig í röð. Og Atli Fannar. Og með 10 stig, 5 úr smössum, 2 ása, 1 á launu og 2 blokkir. Hann er líka að dreifa þessu vel. Og
kom að því að Matteus gerði eitthvað ekki alveg rétt. Ekki nóg með það að setja boltan upp í net í loftinu, hann festir hann. Já. En já, hörku ás hjá Dorian, hann kom með 10 stig, rétt eins og hann Atli. Og þriðji ás gestanna kominn, KN í 1. Við erum smá vandræðum með þessar uppgjafir frá Dorian. Já, það eru mjög fastar og góður. Já, hann bara tekur perfektnætt. Já, heldur betur. Kemur Hafsteinn afturlínunni, en frábær háti á Hermanni. Bóttir enn í leik, Atli, aftur á Hermann. Aftur, næra poti hann. Og svo kemur bolti út, já. Þarna munaði heldur betur Hermann í háorðinni. Ekki veit ég hvað Matteo að setja út á núna. Nei, ég held að það sé eitthvað að setja þetta og einhver hafi farið í netið eða eitthvað, ég veit ekki alveg. Já. Tók allavega ekki eftir. Nei. Ég vissi að það var aðeins á upptekið með fylgislausum háorðinu með Hermanni. Já, ég líka. Jæja, Mason. Já, yfir. Þetta er svo erfitt. Þetta var erfitt. En ég er samt álega Matteo að reyna því að oft reynir hann eins og hann getur að reyna ekki of mikið á hann líka sinn sem að er orðinn ansi hnjaskaður. Og eins og ég segi svo oft, hvet fólk til að fylgjast með hvernig hann beitir sig þegar hann lendir og allt þetta. Þeir eru alveg magnað. Kemur Matteo og skorar. Kominn með 15 stig núna. Já, Matteo svolítið að slá línu núna og það hefur verið að virka vel. Já. Já. Sjáu þið, Hermann voru kjölfæri að skora strafgól. Já. Þetta er nákvæmlega það sem vorum að tala um. Þetta er bara líbero í gerfi miðju. Það er bara þannig. Svo kemur, ég sagði á hann líka að það vantaði bara smasta hjá strafgól, það er komið núna. Aðeins einstigsmunur og hérna er Sölvi fljótur að lesa í aðstæður og svo kemur fín háti á. Já, vel gert hjá Gísla. Gísli Marteinn. Það er aðeins að poti hann. Já, blokk kóngur deildarinnar. Sjálfsögðu kemur hann með blokk. Já. Hans fyrsta blokk í dag. Já, sjáu þið, Hermann! Það er frétta! Og svo kemur Atli hinum meginn, situr hann enn á Hermann. Hermann er, það fór ekki. Það sleppur. Hann er enn í leik hérna. Og enn er Hermann, já, allt er góð. Þetta sleppur til. Ok, kemur enn er það Hafsteinn setur boltan yfir. Nú fáum við smá séns. Kemur Sölvi Páll og skorar. Já. Frábært. Þetta er eiginlega svo rakalegt, sko. Ég held með þess að þegar leiða á þetta rally þá voru þið fannir að forðast að setja boltan á Hermann. Þeir segir það að maður get ekki verið stór miðja og þetta er góður afturlínu. Ég ætlaði að segja... Það var ekki langt frá því. Ég ætlaði að segja, kóróna þetta með pönnukökunni líka. Það var í svakalegt. Já. Það var eitthvað að grínast þarna sýnist mér í Matteus, hvort hann ætti ekki bara að vera inn á. Já, ef Matteus var ekki búið að vera svona stórkostlega eins og alltaf, þá var ég bara sammálaði. Já, akkurat. Það er erfitt að skipta honum út af. En hér gestinni vel.
Kemur Matteo, frábær vörn, missa hans tilbaka og kemur... Já, hann er að redda þessu. Já, heldur allir að Strákó myndi slá hann. Já. Svo kemur boltinn af Hávarðin út, Hafsteinn. Já, smá sveiflur hérna í þessari þriðju hreinu. Já. Og vonandi helst áfram jafnt. Já. Fín móttaka. Matteo. Já, Matteo af Hávarðin út. Klókur hana. Sjáum við aftur hérna kemur Matteo og Atli einn í blokkamótunum og það er erfiður leikur. Hafsteinn setur hann út. Já, þessi var úti. Ég sá ekkert touch. Nei, ég sá eiginlega ekkert. Þannig ég held að þetta sé bara út og ekkert touch. Þeir eru allavega ekki að biðja um touchi. Ég syns þeir bara vera að biðja um að vera inni. Já, það er enda sásundar ekki myndið. Nei, ég sá það eiginlega ekki. Það var svo fastur bolti að myndaðlega fylgdi ekki. Steinn blokkaður. Aftur kemur hann. Aftur er blokking góð. Strákó á Óskar. Óskar skorar! Já, sjá að Hávarðin týnir boltann í smá stund og það er nóg. Og þá klikkar Strákó og staðan því upp 12-12. Já, sjáum að Káa er að klikka aðeins meiri ykkur núna, 7-4. Já. En samt svo sem kannski engin svakalega hátala með það sem er oft séð þetta. Nei, í rauninni ekki. Já, góð uppgjöf. Já, og Matteo bjargar þessu. Og það smað frá Dorian. Það ekki farið í andlitið á Sölva. Já, ég held það sko. Hann er hérna grjótharður. Sýndist það. Jú, þetta fá bara beint í fésið á honum. En ánægði með Sölva, það er ekkert að láta bíta á sig. Nei. Stríkur aðeins í kinnina þarna. Má ekki sér nein veikleikamerki sko. Nei, það er bara alveg karlmennska. Svo kemur hann hérna og setur hann út. Rétt út, já. Það hefur verið magnað að svara þeirri sem var með að skora. Já, þetta svona er að stökkva til núna 3 stig hvoru megin núna. Já. Þá var nýkomið yfir 12-11 á hann og komið 3 stig í röð gestamegin. Já. Þetta var fast. Já, þetta var nokkuð fast. Hér það slæra það fast í Hávarðin að boltinn var sko lengst út sko. Jæja. Innstigsmunur. Sölvi. Hvít bolti og endar hérna á Dorian, hann þarf að ýta honum yfir. Og kemur Matteo, en gengur ekki. Já, þetta er tvíslag. Það var það slæmt að þess að ég tók eftir því. Það var mikið sagt. En þetta er eitthvað fyrsta tvíslag í dag. Já. Reynda var svona svolítið tekið eftir því að það fer svolítið eftir dómarum hversu hart er tekið á þessu. Já, það er líka búið að breyta eitthvað aðeins reglunum og hann má alveg snúast aðeins, bara ef hann fer á réttan stað og eitthvað svoleiðis. Það er svolítið svona farin að finna, svona smá erfitt að finna línuna. Já. Já, vel gert. Já, Gísli fyrir netið hérna. Fyrir aðeins netið. Frábær vörn með gesturinn sem við sjáum. Svo kemur Gísli, en ekki nóg með það að Gísli fór í nett, það var hann blokkaði líka. Já.
Jæja, þá fáum við Birki Já, inn. í afturlínuna. Það vantar að annarkot að setja Birkin í afturlínu eða Hermann. Já, það er spurning hvort. Vörnin á að standa. Þetta er búið að vera mögnur hérna, 14-15 núna. Já. Og sjáum hvað Sebastian gerir. Já, flott móttaka. Og hörkubolti frá Matteo. Heldur betur. Já. Frábær vörn hjá Matteus. Matteo blokkaður á... Það var þetta í gamli félagi Mason Kastner sem var tók hann annað. Já, það sýnist mér. Sýndist það. Og þetta var Mason. Já, hann þekkir ansi vel hvernig Matteo spilar. Já. Boltinn er upp á Gísla en endanum þar að það er til Sebastian hann að kemur Matteo í dyrunum hérna en fín vörn áfram. Þessi er úti. Já, rétt úti, já. Aftur er Hafsteinn ekki alveg sáttur. Nei. En aftur held ég að það sé bara rétt. Já, ég held hann sé kannski meira bara ósáttur við sjálfan sig heldur en eitthvað annað. Já. Hann kallar aðstofmarann svo heldur sem fljótur að átta sig á þessu. Hann er kannski meira að reyna að fiska eitthvað. Já. Það er engin íþrótt, jafnvel ekki fisk og í blakkinu. Nei, það er reyndar. Alltaf gaman að þeirra bæði lið fagna ógulega. Já. Svo bara spurning hvora fagnar hærra og... Það virkar alltaf oft í KA-tíðu upp á H-blokkstíð skráða sig. Já, hefur ekki. Það er það sem máli skiptir að fá stigin skráða sig í KA-tíð. Já, akkurat. En jæja, þá er Andri Snær mættur til leiks hjá KA. Og eftir smá brasa en þá kemur Hafsteinn með... Vel gert hjá Hafsteini. Mjög klókur bolti á honum. Já, Hafsteinn kom með 9 stig í leiknum. Afturleik núna 15-17 yfir. Matteo kemur þessum á Óskar sem situr hann yfir. Nú er séns fyrir gestina. Hvar endar þessi bolti? Endar á Dorian. Og sjáuði vörðina hjá Matteus. Og svo skorar Matteo. Skoppar hann á hausnum á Matteusson. Sjáum aftur þessa vörn hjá Matteus. Það er ekki bara að setja hendurna út og býða því besta. Hann bregst við þessum bolta. Hann var bara að sjá þetta aftur eða við smá tíma. Það kemur smassi sjáiði. Þetta er ótrúlega. Þetta er eiginlega svakalegt. Já, hérna hér. Það munar svolítið að hafa svona gæði í sínu liði. Já. Aðeins. Kemur Óskar Fernández inn, setur hann út. Aftur tveggjastæði munur gestunum í vil. Já, góð móttaka. Og Matteo, gott cover hjá Hermanni. Já, líberón okkar. Já. Og kemur svo Matteo aftur. Matteo klókur núna en Atli vel staðsettur. Fær svo boltan sjálfur og skorar. Við sjáum hvað bæði lið þurfa að hafa mikið fyrir stígun sínum. Varnirnar eru frábæra báðum megin. En nú er KA eiginlega að spila með 3 líbero inn og það er Matteus, það er Birkir og Hermann. Já, akkurat. Þannig að kannski alveg eðlilegt að vörðin sé góð. En já, tegur KA leikli og eiginlega magna þessi fyrsta leikli í þessari hrinu. Já, það er þetta rétt. Það er alveg hætti því að verði svolítið mikið að leikli núna á næstunni. Já. En 3 stiga munur hér í 3. hrinu. Gestunum í vil.
Já, það hefur aldrei munað meira en 3 stigum á liðunum. Þannig að þetta er mesti munur sem hefur verið í þessari hreinu. Já. Ég segi bara hvað þessi hreina er búið að vera mögnuð. Akkurat. Já, vel gert að Birki. Móttaka. Og Matteo setur hann í antennu. Já. Sjáum við aftur hérna. Já. Það er hann að setja hann aðeins utarlega og setur hann aðeins of utarlega. Og í fyrsta skipti 4 stiga munur. Sér út hins vegar. Vel getið valdið sem hún næra að sjá að boltinn fer út áður en hún snýsir út. Sjáum aftur hérna endursýningunni. Vel gert. Hún var endar að eiga það á Valdís, hún er ekki hrædd við boltann eins og kannski flestir líbúrar. En þetta var mikilvægt, við erum ennþá inn í þessu. Hörkubolti, þarna kom Ásinn frá Matteo. Þetta var fínt að fá Ásinn þarna, sko. Heldur betur. Sjáum hann koma hér. Fyrsti Ásinn hjá Matteo í leiknum. Og minnkar þetta í 18-20. Aðeins annar ás KA-liðsins í leiknum. Kemur Matteo aftur. Hörkubolti, en móttakan góð núna. Atli laumar Matteo undir. Jæja, Sölvi skorar! Já. Þetta er áfram sveiflur fram og tilbaka. Átekur afturhalding leikli. Já. Það heldur bara áfram leiklinn. Þetta er magnað. Afturhalding gerði þarna 3 stig í röð og þá svarar KA með leikli og skora 3 stig í röð. Það er spurning hvort að Það er spurning hvað gerst núna. Já. Eins og ég ætla að minna á að það er nóg framöndan. Eins og þið á morgun leika á Húsavík móti Völsung. Hér á eftir kl. 5 er svo leikur hjá KA Þór á Stjörnunni í handboltanum. Það er sama staði á KA Þór og á KA-liðinu hér. Það þurfa að vinna til að knýja á mótaleik. Svo á sunnudaginn er heimaleikur í fótboltanum móti Keflavík. Já. Þannig að það er svolítið mikið að vera í félaginu þessar myndir. Ég segi kannski bara mikið hvað það er magna starf unnið hjá okkur í dag. Já, það er. Ja, en það gefur Matteo. Móttakan góð og Hafsteinn afturlínunni en þar er bara ítanum yfir. Kemur svo Matteo og en frábær háor. Svakaleg. Já, hann máli fagnar þessan Atli. Mason fyrir afturhaldingu. Kemur Matteo aftur og þessi er inni. Þessi, hann er að slá línuna upp á 10 núna. Nítján stig á Matteo kominn. Minnkar í 1 stig, 21-20. Þá klikkar Hermann. Það er vont að missa hann út af strax. Já. Enda það lípur og hann ekki vanur að taka hérna uppgjafina, sko. Það er rétt. Það er kannski bara að skilja hann eitt. Ég reyndi að skilsta þetta sé öðruvísi í Bandaríkjunum. Þar takir líparunum uppgjöf. Já. Þar má ráða hvort að miðan eða líparunum takir uppgjöf. Já, ég ættum að gera það sama hér. Takk upp. Það vantar ennþá stíið hjá afturhendingu hérna inn í salnum, staðan er 22-20. Þeir eru örugglega alltaf að koma. Já, Andri
Já, Andri fór inn á fyrir Gísla í uppgjöf áðan, þeir glemdi því svolítið. Jæja, það búið að leysa úr því. Já. Jæja, 22-20, spennan í algleymingi hérna og gult spjald. Já, bara fyrir töf, þetta var kannski svolítið mistök bara. Jæja, það blessunarlega hefur ekki mikil áhrif. Nei. Jæja, þá höldum við leika ára Matthías hér. Nei. En þarf að greiða úr fyrir flækju á vitraborðinu. Já, nú síst mér að vera komið. Já, hann bara forvarða hátar hinnu. Jæja, boltinn er upp á Matti og smassar. Ó! Já. Mér fannst hann vilja fara á háarðinu og svo bakkinn á honum, að þetta var sko doppul. Tvítriður hann að Matti og það er nokkuð ljóst að Matthías var ekki góður í Matrix, en það var ekki að beygja sig frá þessum bolta. En hér er gamla góða endurtekið. Strafkó kemur aftur, innstigsmunur. Atli með hörkubolta, hann er úti eins og það er, já. Heyrðu, það er áfram jafn núna. Já, þetta. Þannig að okkar spáum að leikliðið myndi gefa þeim 3 stig, gekk ekki eftir. Nei. En það er skrifur Káa myndi taka leiklið núna, þá myndu klára þetta. Já. Strafkó. Þannig endar í afturlýnsmassi hjá Dorian. Já, og kemur Sölvi. Sölvi með hörkubolta og fyrir ná að bjarga honum. Skilur tilbaka. Strafkó, velur Sölva aftur og Sölvi touch. Það var alveg klárt touch. Já. Það var eiginlega of augljóst til að þræta það, sko. Já, reyna það samt. Já, en það er margt sem maður gerir í svona spennandi stöðu. Já. Er þetta gaman að Borka var fyrst alveg bara, alveg sko furðulóst, en svo kom svona kími bros á honum. Já, maður vissi nákvæmlega hvað var að reyna. En frábær kafli hjá Káa núna, 23-22. Og Afturelding tekur sitt síðara leikli í hrinunni. Þetta ætlar að vera heldur betur magnaður leikur. Já, hann stefnir allt í það allavega. Já, væga sagt. Sjáum hérna stigaskóla leikmanna 49 stig sem Káa er búið að skora, getur 42. Þar á við Matteo með 20, Sölvi Páll með 7. Petru og Óskar báð með 6 stig. Hjá gestunum þar er Atli Fannar með 12 stig, Dorian 11, Hafsteinn með 9 og Sebastian með 5. Jæja, hlutu áfram hér, Strafkó. Má hann helst ekki klikka. Gerir það heldur ekki. Matteus, fín vörð, boltinn tilbaka á Matteo og sjáðu björgununa hjá þeim! En skynsamt hjá Gísla að sleppa því að blokka. Hann er fluglægis að eiga það, en það var hann hátt uppi þarna. Já. Já, hérna hér, Káa Þetta er nú meiri spennan. Væga sagt, Káa komið núna 4 stig í röð. Leiðir 24-22, 1 stig í viðbót. Strafkó. Dýpbolti og Hafsteinn í erfiðum boltanum, setur hann í antennuna.
Þeir þurftu ekki leiklið til að skora 3 í röð. Nei, jú, við fengum leiklið hjá Borga. Já, það reyndar. Það snýrist alveg í höndunum á honum. Já. En við sjáum þetta við erfiðu bolti fyrir Hafstein og hann setur hann í spíruna. Sjáum hérna Káa vinnur hrinuna 25-22 eftir að vinna í fyrstu hrinu 25-18. Afturhending jafnaði með því að vinna 21-25 í annar hrinu. En Káa núna komið í fína stöðu. Þurfa að vinna eina hrinu viðbót og þá fáum við 8 leik í þetta einvígi. En það eins og nóg eftir að þessu sjáum að þessi þriðja hrina var algjörlega stórbrotin. Liðin skiptist á að koma með nokkur stig í röð og munaði nær alltaf 1-2 stigum á því. Munaði mest 3 stigum hérna eftir restina. Ég fyrir ekki að fóra einu sinni í 4 stig í stöðum 16-20 já. En Káa-liðið sneri því frábærlega við og vinnur 25-22 sigur í hrinunni. Sjáum núna stigaskorið. Þar Miguel Mateo Castrillo stigast með 21 stig, 9 stig í fyrstu hrinu, 8 yfir í þriðju. Þessar hrinur eiga það sameiginlegt að Káa vann þær. Þannig að greinast að Miguel Mateo skori næstu 10 stig í hrinu til þess að Káa vinna þær. Sjáli Páll kom frábærlega inn, kom inn í síðara hluta. Annar hrinu kom með 7 stig í heildina, Pedro með 6 stig, ásamt Óskari Fernández Celis. Stravko Kaminov með 4 stig, Herman Bíring og Gísli Martin báð með 3 stig. Sjáum gestina, þar Atli Fannar Pétursson, stigasti með 12 stig, skoraði 9 stig í annar hrinu eftir að hafa ekki skorað í þeirri fyrstu. Dorian með 11, Hafsteinn 9, Sebastian 5, Mason Kastner 4 og Mattias með 1 stig. Kíkjum á tölfræðina í hrinu 3, 25-22 sigur Káa eftir að afturhending hafði leitt svona nær allan tíman. Þá var aldrei munurinn mikill en sjáum að sóttarleikur Káa öflugur 13 smarstig á þessum 25 stigum, 8 smarstig hjá afturhendingu. Bæði lið með 1 ás, Káa með 3 laumur gegn 2 en Káa með enga blokk, afturhending hins vegar með 3. Mistök mótherja eru svo bæði 8. Við kíkjum afstöðt á leikinni í heild sinni. Ég segi 25-18 sigur Káa í fyrstu hrinu, 21-25 sigur afturhendingar fyrir í annari og svo 25-22 sigur Káa í þriðju hrinu. Káa með 37 smarstig gegn 24 sem segir svolítið hvernig þessi leikur hefur þróast. Káa að sækja mikið. Gerir hins vegar aðeins fyrir mistök, bæði lið með 6 laumur. En sjáðu að blokkirnar eru öflugri hjá afturhendingu, hafa alltaf gefið fleiri stig. Og það getur alltaf verið fleiri blokkstig í leiknum enda háutin á báða liði búið að vera mjög öflug. Káa klikkað á 9 uppgjöfum, afturhending 5. En hér allt að verða klárt. Fyrir 4. hrinu, Káa klárar leikinn með sigri í þessari hrinu. En afturhending freistar þess að knýja fram 8 hrinu. Það mikið odd hérna, Káa vill knýja fram 8 leik, afturhending knýja fram 8 hrinu. En hér höldum við leik áfram, farið að stað, Stravko upp á Mateo, Mateo skorar, frábærlega gert hjá Mateo og hann gerir hér fyrsta stigið í þessari 4. hrinu. 22 stig hjá Mateo, þannig að já, nú er ég algjörlega samfærður að þetta sé rétti fólki að vera óvænt með bara 20 í síðuleik. Það er bara algjörlega þannig. Já. Þetta vel gert hjá Sebastian. Já, Gísli einn á móti honum og Sebastian finnur leiðina fram hjá 1-1. Stravko, gengur ekki alveg. Já. Hraða uppspilið þarna, já. Já,
Stravko á Matteo sneiðar hann fram í hárninni en þannig Dorian mættur og skora svo í kjölfarið. Nei, fyrirgefi! Þeir ná að halda þessu lífi. Ég sá ekki Matteo koma að hana. Svo reynir hann aftur þennan boltan í kjölfarið. Já, þetta stefa kannski alveg eðlilega afturlíka megin. Já. Hörku sóknum. Mason Kastner gera sitt 5. stig. Já, Óskar. Það boltan yfir en fín vörn hjá gestunum. Hafsteinn hinum megin. Hörku bolta. Og kemur Matteo. Og í gegnum hárnina og skorar. Já. Þetta var bókstaflega í gegnum hárnina. Já. Þið sjáu þess að bara vörnarleikurinn hjá báðum liðum er algjörlega frábæri. Já. Það er ekki að menn sé að gefa boltan bara létt yfir sko. Þetta er alveg first smash. Já, Óskar. Kristján svolítið framalega en hann er að bjarga sér þetta. Fín Hávard að Sölva og... Hlaupi. Fín Hávard hjá Gísla en boltinn út. En á vanda er það Matteo sem að reynir. Það er alveg klárt mál ef að Matteo fær íslenskt ríkisfang þá verður mittilandi reynir hjá honum. Það er alveg klárt. Matteus reynir. Sér út, já. Vel kallað. Það er mjög erfitt fyrir Óskar að lesa hana bolta en það var hárrétt að kalla á hann. Já. En út er hann og staðan núna 4-3 fyrir gestina hér í fjórðu hreinu. Vá, þetta var enda vel gert. Vel gert hjá honum. Já. Dorian búinn að eiga góðan leik, komið 12 stig. Hann er líka rosalega jafn. Hann skorar 3 í fyrstu hreinu, síðan 4, síðan 4. Já. Þannig að kannski ekki ólíklegt að hann endi með 4 stig í þessar hreinu. Komum 1 núna. Og sjáu þið Matteus mættan undir þarna. Og svo skorar Matteo. Við fagna Matteusi hérna, sjáu þessa björgun. Hann er rosalega viðbrögð, þessi gæi. Já. Það er alveg til að sjá þetta aftur en heldur leik áfram. Klikka Matteo. Já, þá horfum við bara á þetta aftur núna. Sjáum hérna hann kemur blokkinn og Matteo. Þetta er svakalegt maður. Hann er búinn að eiga ansi margar magnaða bjarganir í þessum leik. Já, og líka síðasta, þetta er bara... Já. Stravko á Sölvi. Nýtt hann ekki alveg hana. Sjáum þetta aftur hérna. Ágætlega gert að káaliðinu en já, Sölvi hitti boltann ekki alveg nægilega vel. Því fór sem fór. Stravko upp á Matteo, boltinn týnist í smá stund en þeir redda þessu. Óskar næstu með hann hana. Já, það er erfitt fyrir Óskar að lesa hennar bolta fyrir að tala í hárundina. Vel gert hjá Atla. Þá tekur það líkli. Já. 4 stigum undir hérna í byrjun hreinunar. Já, við svona aftur komum meira bit í sóknarleikinu á afturhendingu. Hérna, og svona fyrir viki þá erum við í bullunni vandræðum með að ná upp að einhver sótt á móti. Já, akkurat. Þetta svo gleymir því ekki að afturhendingan verður að vinna þessar hreinu. Já, það er rétt. En eins og segja, ég held að það séu allir klárir í oddaleik millir þessara liða.
Svo þetta spurning hvernig staðan sé á Vestfjörðum. Þar eru Vestri og Hamar eigast við öðru sinni. Já. Já, Strafko reynir að lauma en Atli var uppi hérna. Já, Mattias með hann. Strafko tilbaka á Matti og frábær hávörn. Þetta var Sebastian. Já, leik er lokið fyrir vestan. Hamar vann 3-0. Þetta komið í lokaúrslitin. Já, hvað, 3. árið í röð, eða ekki? Jú, það er ég. Matteo, já. Pöls líka, þannig að þetta var samfærandi. Fýtt boltar á Sölva og Matteo klárar 25 stig hjá honum. Kannski bara Matteo vegna, hann var til í að sjá Oddarinu, bara að sjá hvað endan í mörgu stigum. Já, Hermann með hennan. Já, og Óskar. Já. Mér fannst hann fara í antennuna en... Já, mér fannst það fara sko í blokkinu og síðan í antennuna. Já. Sýndist það alltaf? Jú, það sé ekki það. Ég sýnist það. Sjáum þetta hægt hérna. Jú, það er ekki af hérna... Ekki... Það er ekki af okkur, það er eftir hávörðina. Já. Svona bolti fyrir andrina. Ó, sjáuði Matti. Aftur er hann klár, hann að bjarga og kemur boltanum í. Já. Já. Hafsteinn hér með sitt 11. stig, kemur aftur í 10-6. Strafko upp á Matteo með hörkubolta. Já, skorar. Fer upp í tjaldið. Hann mun mæða mikið á þessu tjaldi á Öldung. Sem hann mun skera frá vellina frá það sem skemmtikvöldin verða. Já. Alveg klárt að verður hrikalega gaman á Öldung hér í lok mánaðar. Boltinn er upp á Matti og hérna var hann hressilega farið í net þarna. Spurning hvort það sé í lagi með Hafstein. Já, það er þarna samverja hann Sebastian í sig hérna. Það fengið eitthvað högg á eyrað. Já, kannski eyrnalokun held ég flexti. Mér sýndist að vera með eyrnalokk á hana. Já. Það er greinlega hættulegur leikur. Já. Já, kannski er ég bullu, ég veit það ekki. Eitt net á Káalið. Sjáum við aftur hérna. Já. Ég allavega sá ekki hver það á að hafa verið. Það var allavega ekki mikið mótmælt þannig. Nei. Ó, vel gert. Já. Gerir Óskar mjög vel. Eins og oft sé að Óskar skora meira en alltaf saman tíma er það Matteo að skora pressilega, hann er kannski alveg eðlilega, þá eru færri stig í boði fyrir aðra. En engar síður 8 stig komin hjá honum. Ja, kemur Óskar aftur, setur niður hávörðina og hvað nú? Þetta nú er. Jó, hann fer með alltaf fótinn yfir.
Það fyrir að pressi liður hérna. Já. Ekki við þess að segja. Nei. Þetta var... Svolítið erfitt kannski að verjast eða það er engin blokk. Já, það er bara nákvæmlega hannig. Sebastian kom með 8 stig, hans 4. smass í leiknum. Afturleiknar áfram að halda í frumkvæði hér í 4. hrinnu. Já. Stravko, Gísla. Sölvi næstu búinn að redda þessu. En áfram frábær hávörn hjá gestunum. Mason fagnar þessu vel, eðlilega. Hans 4. blokk í dag. Jú. Afturlíking kom með 11 blokkstig í dag, það er ansi vel gert. KA með 5. Og enn eru þeir að bjarga Stravko á Matteo af hávörninni, enn er hún að standa vel. Númer Hafsteinn reynir að ýta boltanum, Matteo snarrar kýla tilbaka. Já. Enn er Matteo sem standa fyrir sínu og Óskar, nei, boltinn dettur svo niður þarna. Það var Gísli. Svolítið leiðilegt enda. Já, Framliðið svona. Já, sem að Gísli byrjar að skrifa tilbaka þess að næra hann ekki að bregðast þessum bolta. Ég skila mjög vel, þannig að bjóst Ingi við að Óskar við blokkaðar þarna. En 3 stig í röð hjá Afturhendingu núna, komum við í 14-10. Æja, Óskar, hann þekkjum við hann. Já, ná að björn rætt þessu. Já. Og afturlínu bolti frá Sölva. Uppspil held ég. Já, þau þurfum að teygja sig í hann. Já. Já, fínn kafli hjá gestunum núna, 4 stig í röð og eru aðeins að slíta sig frá. Stravko á Matteo skorar, já, mikilvægt stig. Og gott að losa stöðu. Heldur betur. Og aftur bara gamla góða, þau eru virkilega vant að stiga og séðu boltan bara á Matteo. Já. 28 stig kominn. Og hann er með 7 stig í 4. hrinnu af 11 stigum KA. Já. Það er alltaf lagi hlutfall. Já. Eða slæmt ef þú lítir á það eins og en að þau þurfum fleira stig upp. En svo líka, já. Hafsteinn, hörkubolti, frábær vörn Stravko og Matteo. Já, vel gert. Já. Hann er að finna aðeins í puttana. Sjáuð vörnin hjá Stravko þarna og svo kemur Matteus með aðheila gulla boltan aftur fyrir sig, hann að tegja sig í hann. Og Miguel Matteo Castrillo, 29 stig. Já, hérna hér, það er algjörlega magnað. Mann og því hvað hann hefur skorað mest fyrir KA, það er eitthvað rúmlega 30. Vilslið. Já. Hafsteinn Már, já, þá vorum við að tala um að vera stöðugur. Hann kom með 12 stig og það er 3 stig í hverri hrinnu. Þannig að hann má það ekki skora meira í þessari hrinnu. Bolti áfrút, hann vissi upp á þessu stöðuna. Já. Hann mætti ekki skora meira. Nei, akkurat. Sjáum hérna KA klúðra 10 uppgjum í leiknum, Afturlíking 7. KA gert 18 mistök í opnum leik, Afturlíking 17. Það er að sjá að KA hefur gert aðeins fleiri mistök samanlagt í leiknum, 4 stigum meira. Já.
En á sama tíma er K.A. með 47 smartstig gegn 32. Það er ansi mikil munur. Já. Og hér kemur það 48. Og kannski kemur engum óvart að það er Miguel Mateo Castrillo. Og af þessum 30 stigum hefur hann gert með 26 með smössum. 1 ás, 2 laumur og 1 blokk. Já. Fínir uppgjafir í andra. Já. Mjög fín sókn á Mason hana. Já, við Mason vera að stíga svolítið upp núna. Já. Komið núna með 7 stig. Og hvað, það er 3 núna í þessari 4. hrinnu og 2 seint í 3. hrinnu. Hann er að minna aftur á sig. Já, frábær móttaka. Kemur fín Hávörð. Já, Strafko mættur undirskrifu Mateo aftur og af Hávörðinu og skorar. Já. Það slær bara ekki nein fyrirspár núna. Þessi nóg eftir að 4. hrinnu og hann er komið 31 stig. Vel gert hjá Atla. Já. Það heldur við að gera lítið af mistökum. Mér finnst Atli líka búinn að vera rosalega öruggur í sínum aðgerðum. Það er alveg magnað. Hann sást er hann ekki í 1. hrinnu. Gerði svo þetta 9 stig í 2. hrinnu og hefur búinn að vera flottur síðan. Sölvi blokkaður. Já, Hávörðin hjá Afturlíku er áfram virkilega öflug. Já. Vel gert hjá Matthías, var 1 gegn Sölva þarna og næra bloka á hann. 13-5 í blokkum. Vel gert hjá Matthías. Atli hörku bolta, nú er allt inni hjá þeim. Og Gía hefur séð nóg í bili. Já. Aðeins að kæla á niður. Já. Já, sjáum hérna stigaskóla leikmanna Matteo 31 stig, Óskar 8, Sölvi Páll 7, Pedro 6 og Strafko 4. Hjá Afturhendingu þar er Atli Fannar með 15, Dorian með 13, Afstedt 12, Sebastian 8 og Mason Kastner með 7. Jæja, leiklið búið og við erum klár. Halda leika áfram hérna. Svo menna bolta sem að Sölvi tekur á móti, fara tilbaka hér og Sölvi af hárninni og hvar endar þessi bolti? Já. Skilum tilbaka, nú þurfum við að nýta ykkur sénsinn. Strafko tilbaka á Matteo, Matteo af hárninni, ennirinn í leik. Kemur hann á Atla, Atli reyna að lauma, klikkar. Ég er nýbúinn að hrósa hann fyrir að slá. Ger ekki mistök. Jæja, 20-16. Nú var ég alveg til í að fá 3. ásinn hjá K.A. Já. En svo líkið við hann bara örgarna frábær hávörð og svo frábær vörð hjá Kára. En bolti svo út í kjölfari. Þannig að staðan er núna 20-17. Þá erum við að eiga það, hann var snöggur niður en allt kom fyrir enginn.
Já. Jæja, Sölvi. Móttakann fín, kemur Atli aftur, en nú að blokka þau, boltan inn í leik. Gott cover hérna. Úss! Bittu nú við. Þarna. Já, það hlaut að vera, hann tæmdi aftur í stíði, hann kom með vitsa bendingu á hann held ég. Já. Bendi fyrst Káa-megin, en það hlaut að vera, það var ekkert að þessu, aftur bara skorar. Kemur Óskar. Já, hörku svona. Það var ekki bara vel slegið, þetta er líka vel gert hvernig hann lendi. Hann er að snúa löppur, menn hann fer ekki yfirstíð. Já, vel gert. Og eiga 5 sem köttur hann Óskar. Já, það er rétt. Já, og gerir Káa skiptingu. Þú verður að fá Gísla og Draupni inn. Já, Draupni er yfirleitt frekar samfærandi í sínum uppgjöfum. Þannig að hann kemur að vinna að spreyta sig. Slegið á Atla. Vilgers hann býður alveg í loftinu og býður þanglega blokkinn fyrir að lenda og fá slæðina. Já. Já, hann er eiga ansi góðan leik, komið 16 stig. Já, vel gert. 4 stiga munur, eru að fara að sjá Odda-Hrinu. Strafkó tilbaka á Matti og Matti á blokkaður. Frábær blokk þarna hjá Dorian. Sjáum hérna bolti fyrir upp hérna á Þessi bolti er út. Matti og næstum að hlaupa í það. Rétt svo búið að sleppa. Viss spýtufjall Matti og líka hvernig hann fríaði sig frá þessu. Það kom ekki að sök. 1923, nú þrúið nokkuð stíður Strafkó Kaminov. Skoppar yfir og... Það var ekki alveg nóg mikið yfir. Já. Vel gert hér hjá Dorian. Slæðir hann uttala í háhornina og skorar hér mikilvægt stig fyrir gestina. Stefnir allt í að við séum að fara í Odda-Hrinu. Já. Því er alltaf það að við þurfum að senka handboltaleitum að þetta. Já, það er rétt. Það verður fínt að selja bara fleiri hamborgara og meira stemningu. Óskar, hörku bolti en að vanda frábær vörn hjá gestunum. Og Óskar reynir að íta nú aftalega, hann gengur ekki og sjáið. Já, frábær vörn. Já, boltinn hér upp á Óskar, nei, áfram góð vörn báðum megin. Og svo kemur lokastigið og Afturelding vinnur þessa Hrinu 25-19. Bæði lið að sækja grimmt hérna í þessu ralli en þetta endar hjá gestunum. Já, já. Og já, það er Odda-Hrinu framöndan. Já. Já, kíkjum á tölfræðina. Já, þetta fyrst á hvernig það spilaði. Sjáum þetta Afturelding var með frumkvæði allan tíman. Það var svona hótaði nokkur sinnum að jafna þessu en gekk aldrei.
og kannski endanum að vera sanngjarnt. Já. Næja, kíkjum á stigaskorurina. Hún kemur hér. Miguel Mateo Castrillo 31 stig hjá honum, þar á 10 í síðustu reynu. Það er meira en hvað allir aðrir í KA-liðinu hafa skorað. Óskar kemur næstu með 9, Sölvi Páll með 7, Petr á 6, Strafko og Hermann Páll með 4 og Gísli Martin með 3. Hjá gestunum þar er Atli Fannar og Dorian báðir með 16 stig, Hafsteinn Mára með 12, Sebastian Maier er með 8, Mason Kastner 7 og Mattias er með 3 stig, þar af 2 í fjórðu hreinu. Kíkjum á tölfræðina í fjórðu hreinu, 19-25 sigur Aftureldingar og þarna sjáum við líka að Aftureldingar er að fara úr því að skora kannski 7-10 smasti í hreinu, skora 15 af 25 stigum sem úrsmössu núna. Já, kannski segir svolítið líka mikið. Já. Samt er KA að skora 13 smasti á móti, sko, þannig að þessi sóknarleikurinn frábær. Þannig að þetta er, já, eins og segi, bara frábær leikur og bara sem áhorfandi er bara snild að fá Oddarinnu í þetta, en líkina sem KA-maður hef ég alveg til að klára þetta í fjórðu. En já, sjáum að þetta var aðeins einslitari hreina, það var engin ás, það var engin lauma, en 5 blokkir Aftureldingamegin móti 1 á KA. En gaman að sjá að það voru svo lítið mistök, bara 5 báðum megin og þar voru 3 byssurnar uppgjafir hjá Aftureldingu. Gæðin voru bara mjög mikil í þessu. Við höfum bara viljað fá aðeins jafnari leik kannski. Já. Herri, já, Oddar hérna framundan og fyrir þá sem eru ekki alveg með á hreinu, Oddar hérna er bara upp um 15 og þegar annar liði komið upp í 8 þá skiptaði vallarhelming. En núna fer stig að telja heldur betur. Já, það er mikilvægt að byrja vel í Oddarhreininni, sko. Já. Og já, eins og segi, mjög erfitt að koma tilbaka ef þú lendir 3-4 stigum undir. Já. Það er fljótt að líða. Næja, Strafko Kamenov fyrir KA. Gleymið því ekki að tímabilið er undir að KA. Ef þessi Oddarinn að tapast, þá er tímabilið búið á strákunum. Það viljum við ekki. Nei. Hafsteinn setur í netið. Hann fór held í blokkina út. Já, aftur er fæðla stigið. Já, fyrir ekki. KA-gleraugun. Þau eru sterk. Strafko upp á Matteo á hárninu og enn er það að bjarga. Vel gert. Og sjáum Matteus, boltinn er upp á Matteo og hann, mislast hennar bolta. Já, ætlar að ýta honum fast þarna utalega en setur hann nú neðarlega í netið og Afturelding 2-0 yfir hér í Oddarhreininni. Það kemur Óskar og þetta er málið. Óskar kom með 10 stig núna. Þau svo sjálfur í uppgjöfina. Óskar búinn að vera frekar öruggur í uppgjöfinu sinum og var ekki búinn að skora ásamt. Og þeir missa móttökan tilbaka. Kemur Matteo með áhuga að bolta í antennu. Þú reynda að gengi vel hjá honum í dag. Já. Eitthvað svona skagfisk sveifla í Matteo hana. En Afturelding 3-1 yfir. Og þessi bolti er enn í leik.
Kemur á Matteo skorar! Ég man valla eftir svona kalla blakleiki sem að maður sé svona öflugum sóknarleik en samt svona mikið að rallíu. Já, nei, ekki heldur. Þetta búið að vera algjörlega frábær leikur að horfa á. Já. Kemur Laumann en Stravko les þetta vel. Matteo! Já. Matteo jafnar í 3-3. Verulega vel gert hjá Stravko að lesa þessa laumu og fyrir vikið að fyrir boltinu upp á Matteo sem skorar. Gísli Marteinn. Fín uppgjöf. Já, boltinn aftarlega, þeir gera hins vegar ágætlega úr þessu. Hermann setur hann yfir, næstu búinn að skora með þessa. Þarna var einhver. Dorian með sitt 17. stig, hann búinn að vera mjög öflugur fyrir gestina. Boltinn upp á Matteo setur hann út. Já. Aftur 2 stiga munur. Það er gott að fá þetta stig. Já. Já. Annars held ég að Dorian sé bara að það vanti ermina þess að hann er ekki að bretta hann upp. Já, gett alveg hann var bara búinn að klippa hann á. Já, þetta er þessi mjög skemmtileg treyja. Smá miskilningur á þeim þarna, þeir sleppa með það og Stravko laumar. Kári bergar þessu, já. Óskar tilbaka á Matteo en Kári verst þessu. Já, heldur betur. Matteus. Stravko upp á Sölva, Sölvi! Já. Frábærlega gert. Sölvi, Páll Sigurpálsson, jafnar hér í 5-5. Já, hérna hér, það er erfitt að spá fyrir þeim núna. Já. Þetta er algjörlega stál í stál. Miguel Matteo Castrillo fyrir Káa. En mótur hann fín og Atli með bolta sem að Káa lína er að verjast og Stravko skorar! Já. Frábær kafli og Stravko með sitt annars massi í leiknum. Ég er ekki til þó var tvöfur blokk á hann, bara. Já, mér finnst það sýndist að vera aðeins svo lengi að lesa í hann, þeir voru ennþá á leiðinu upp þegar hann slæði. En það er bara, hvernig ég las í þetta, það er endilega verið rétt. Sölvi er að skora, frábær kafli. Eðlilega vorum við kannski aðeins svona tilbúinir að boltinn myndi fara á Matteo en Sölvi er að skila sínu. Já. Mason, Enginn tilbúin. Já, eins og ekki nóg með að Mason er mjög stór, hann líka með mjög langar hendur líka. Ég sé nægan tími í þetta og skilur hann beint í gól. 7-6. Stravko reyna að lauma en setur hann í netið. Sjáum þetta aftur hérna. Alls ekki galið en hann skoppar tilbaka af strengnum. Já.
Og enn jafnt. Ég veit ekki hvað þetta sést í mynd. Bíðum eftir að boltafækið myndi koma boltan út. Æja, áfram með smjöri, kemur Sölvi Páll. Já. Tryggir það K.A. leiðir þegar við skiptum vallarhelming. Þriðja stigið á Sölva í Oddarinnunni. Komið 10 í heildina, allt úr spössum. Hefur það eitthvað að segja í Oddarinnu að vera liðið sem leiðir þegar það munir bara einu stíði? Já, það er það klárlega. Maður verður kannski svona aðeins rólegri af því maður veit þetta er svo stutt, maður þarf alveg að það skiptir eiginlega engu máli þó þessi bara strax í upphafi eða ekki af því að þetta er bara upp í 15 og þetta getur... Já, og líka kannski gott að þurfa ekki að taka móti fyrsta bolta eftir að snýr. Og hvað endar þessi bolti? Sjáu þið líberónan, Hermann Víring. Já. Og... Já, Matti hefur verið þetta. Heldur betur og Matti og Sveinskjöldsson og Kári. Þeir verður halda frá að verjast líka. Atli menna bolta og sjáu þið Mattius. Gott spil. Já, hérna hvað endar þessi bolti? Hann endar hjá Atli. Úti. Setur hann út. Já. Ég sýndist það bara að vera úti. Já, ég sýndist það líka. Já. Atli var ekki sammála. Nei, hann er eiginlega bara brjálaður. Ok, ég reyndar setja í endursýningu. Vissulega er þetta ekki besta sjónarhaldið hérna, en þá held ég hann hafi verið inni. Jæja. Það er svolítið vont þegar það er dæmt vitlaust í þessari stöðu, það verður að segja. En ég reyndar með mjög lítinn skjá, þannig að það væri þægilega að hafa stærri og sjá þetta betur. En Atli fær hér gult spjald, en það hefur svona ekkert að segja. Nei. En það var alltaf fastur bolti, erfitt að sjá þetta, þannig að... En mér sýndist alltaf að Valdís og Kristján segja bæði að hann væri úti, þannig að... Já, einmitt. Kannski einu sem maður getur gert er að trúa þeim. Já, þú verður að treysta þeim, það er bara þannig, þau eru í þessum hlutverkum að meta þetta. Já. Og við kunnum að meta þetta allavega. Já. Það er bara þannig. Þá tekur Borja leiklið fyrir afturheldingu. Skyndilega K.A. komið í ansi fína stöðu, 9-7 yfir, 6 stigum frá því að klára Oddarinnuna. Eins og ekki beint spennandi að fara í sumarfrí núna þó að veðrið sé gott. Nei, akkurat. Þannig að ég skilja mjög vel að strákarnir gefi allt í þetta. Til að knýja fram þá Oddaleik sem þá væntanlega á mánudaginn. Já, ég held það. Jæja, Sölvi fyrir K.A. Þetta er eins og fín, kemur hér aftur yfir bolti og hann skorar. Dorian. Það er alveg erfitt að átta sig á hver var að fara að taka hennar bolta. Og verður þetta smá hikk hjá okkur. Þá kemur Birkir inn á fyrir Sölva í afturlínu. Já. Hann heldur bara áfram að slá niður línuna. Já, heldur betur og ég skilja bara mjög vel. Þetta er að svívirka. En nei, það er eins og sunnudaginn ef það yrði Oddarinna. Já, sunnudaginn, já. Það er á mánudaginn sem yrði á ykkur ef að Völsungur vinnur á morgun. Akkurat. Jæja, þá kemur Andri Snær. Til leiks hjá K.A. 10-8, K.A. vantar 5 stig í viðbót.
Andri Snær fyrir Káa. Fít bolti og þeir eru í smá brasi, missa hann yfir. Og Káa þarf að skilja hann tilbaka og mistum við okkur líka. Kemur Hafsteinn í háurðinu og skorar. Vel gert hjá Hafsteini. Þetta var rosalega klókt. Rosalega vel gert. Já, hans 13. stig í leiknum, minnkar til 10-9, þetta er ennþá galopið hér. Já, Strafko á Óskar, þetta er langan, þetta er hann út. Já, 10-10. Stefnir í sem að fara einhverja svakalega upptækunni hér í Oddarinnu. Þá tekur Káa leikhlé. Þetta er ofta skemmtilegu blaki, það veit aldrei hvað leikir taka um tíma. Ég var alveg handviss daginn þegar strákarnir spila til HK að hann myndi enda í Oddarinnu og svo í Gullrinu. Já. Ég hefði lúmst til að sjá að leikurinn byrjaði eitthvað 8:30 kvöldi. Já, það hefði verið svakalegt. Það var að spila fram okkur nótt. Hvort hann hefði farið fram yfir miðnættið, það hefði verið magnað. Og svo þakka heldur líka alveg fyrir að hann fór bara 3-0. Já. En já, 10-10 og Afturelding komið 2 stig í röð. Já, boltinn er upp á Matteo blokkaður, Matteus mættur undir eins og alltaf. Matteo aftur blokkaður, núna Strafko. Matteo var hann aftur. Já, setur hann á hárðinni og Atli bjargar þessu, þið koma hann yfir og sjáu þið vörðinu á Kára. Svo kemur Dorian, hann er blokkaður og svo dætt net á Hafstein. Vá! Þetta er svakalegt. Sóknarþungin sem að bæði lið eru að verjast eru alveg ótrúleg. 11-10 Káa núna. Sjá hvað Strafko gerir. Dorian, hann er blokkaður. Já. Ég sýndist vera Matteo svona á fagnaðarlætunum. Þetta var Matteo allan daginn. Sjáu líka sko, bendir og tressir á sig. Ég verð engan á að fagna með liðinu. Nei. Það var beint að Gíu. Það er ekki yfirleitt verið hinsegin að Gíu sem fagnar blokkinu og sér það bara Matteo. Þá tekur Borja síðasta leikliði sitt í þessum leik. 12-10. Já, hérna hér. Já, eins og við förum vel yfir tölfræðina þegar leikurinn er búinn, styttist í það, reiknaði með. Það er ekki að fullera neitt. Nei. Þessi stemningin í húsinu er líka algjörlega geggjuð og ég held að hún muni hjálpa okkur að klára þetta. Já, við vonum það. Jæja, Strafko. Kemur hér. Fýtt bolti, heldur betur að Ás! Já. Ás hjá Strafko, Kaminov. Þriðji Ásinn að Káa og þeir eru 2 frá Strafko. Sá valdi tíma til að skora Ásinn. Ég segi það nú. Æja, 13-10. 2 stig sem vantar. Kemur hann aftur. Og Hafsteinn, en byttu nú hvað dæmaður hér, dæmaður net. Dæmaður net sem smil. Já, eitt á Káa-lið, en aftur hvað er stíið.
Það verður þarna smá hreyfing á netinu, þannig að, já. 13-11. Æja, Stravko upp á Matteo, Matteo skorar! Já. Kemur KA í 14-11. Hans 37. stig. Hans 5. í oddahreininni. Þá kemur Sölvi Páll aftur inn. Já, hérna hér. Þetta er svakalegt. Óskar Fernández Celis fyrir KA. Kemur hér, hörkubolti, situr inn í netið. Það var ekki búið að klikka upp yfir langa tíma hjá KA. En þá kom að því 11. uppgjöfum sem fer forgörðum hjá KA, 9 hjá Aftureldingu. Æja, núna er pressa á honum Arnóri Snæ. Í uppgjöf fyrir gestina má alls ekki klikka. Hann gerir það allavega ekki. Nei. Sjáum hvað gerist. Þú Matteo blokkaði, boltan inn í leik. Matteus upp á Matteo, hvar er hann undir? Já, ég held að hann hafi dottið út. Já, ég held þessi rétt. Hann lúkkaði úti. Já. Og hérna sjá þetta aftur. Já, þessi er úti. Og það tegur Gíja leikli. Já. Eins og það væri alveg eftir bókinni að þetta fari í upphækkun. Já. En því lík veisla sem þetta innvíi eftir að vera maður og bara guð mig góður, gefið okkur það að þessi leikur KA klára þetta og við fáum einn leiki viðbútt. Já. Eins og Hamar búið að klára vestri, þannig að Hamar komið úr lokaúrslitin. Bara spurning hvort það verður KA eða Afturelding sem að mætir þeim. Já. Æja, Arnór Snær klikkaði ekki á það, nú búið að taka leikli, komin aðeins meiri pressa. Klikkar ekki, Matteus svolítið aftarlega þarna og já, björgum þessu, Matteus setur hann yfir og skorar! Já. Sjáum þetta aftur hérna. Boltinn gefur á Matteo, frábær björgun á KA-liðinu og svo kemur Matteo með 37. stigið sitt og klárar þetta með minnsta mun fyrir KA. 15-13 sigur KA í oddahrinunni. Þökkum við ekki bara guði fyrir þetta, Jóna? Já, ég held það. Blakguðirnir vildu oddaleik. Og guð minn góður, þetta var góður leikur. Já, þetta var það. Þannig að bara góður árið, þið getið hort á hann leika eins og ofta þið viljið. Þökkum R.A. Valur, Bílalegu Akureyrar og Malbyggu Norðurlands fyrir það að þessi leikur sé hérna opinn í dagskrá á YouTube og verður opinn það sem eftir er. En ég veit ekki hvað maður getur sagt, þessi leikur hafði allt. Nei, já. Gerði það. Og bara eins og bara gæðin sem bæði lið sýndu var lítið mistök, það var rosalega mikið frábæra sóknarleik, frábæra varnarleik. Já. Bara þetta er bara með betri leikum. Það var bara gæða, já. Það var bara gæða blag. Myndi með lúmst á eða bikarastaleikinn hjá ykkur á móti Aftureldingu í fyrra. Já. Sem að leikur sem hafði allt en líka bara umfram allt, hann hafði bara svo mikið gæði og lítið af mistökum. Já, akkurat. En já, við kíkja á tölfræðina. Sjáum hvernig þessi 5. hreina spilaðist, 8. hreina sjálf. Aftureldingu byrjaði ögn betur, síðan náði KA hérna frumkvæðinu og vinnur á endanum með minnsta mun 15-13. Og það þýðir það að það er 8 leikur framöndan hjá þessum liðum á sunnudaginn í Mosfellsbæ. Hvetja sjálfsögðu alla til þess að mæta þann leik, sínum blakinu stuðning og mætum á leikina.
Sjáum hér stigaskorana Miguel Mateo Castrillo, 37 stig. Þetta alveg örugglega mjög nálægt því sem mestarsmenn hefði gert í leik. Já. Og ég held reyndar þegar ég pæliði hann hefði einu sinni farið í 40 stig. Já, hann gerði allavega einhvern tímann mann ég hjá Þrótti Nes, einhvern tímann. Já. Þá var hann með 40 og eitthvað stig í einhverjum leik. Það má eiga þann kann vel við þessi í gulabúninum. Já. En svo sem líka, eins og við sáum í lokin, það fór engin bolti á það fóru allir á Mateo. Já. Það fóru bara ekki á neitt annan. Já, skiljanlegt, en... en á sama tíma þá skora Sölvi 3 stig í oddarhinnunni og það var eiginlega allt held ég þegar blokkin var svolítið að leita Matteo. Já. Þannig að við vorum líka... gott líka af og til að opna og... Já, við vorum klók hérna aðeins að dreifa þessu. Já. Já, sjáum hérna Sölvi og Óskar báði með 10 stig. Petró með 6 ásamt Strafkó. Hermann 4 og Gísli Martin 3. Hjá gesturinn þar Dorian með 18 stig, Atli Fannar 17, Hafsteinn 13, Mason Kastner og Sebastian báði með 8 og Mattías með 3 stig. Kíkjum örstuð á tölfræðina í oddarheirinni. Núna styrfum við að fara að undirbúa næsta leik hérna. Það risaleikur líka framöndan í handboltanum, K.A. Þór Stjarnan. En já, sjáum hérna í oddarheirinni 15-13 sigur K.A. með 10 smasti gegn 4. K.A. með 1 ás, það var Strafkó Kaminov. 1 lauma, það gestamegin, 1 blokk kom að K.A. megin. Og já, sjáum að K.A. skorar 8 stig fyrir gestamegin með mistökum, en sjáum hvað við vorum að sækja mikið, skorum 10 stig en gerum 7 mistökum við opnuleik. En já, spurning, sjáum við örstuðt í restina leikinni heilsinni, K.A. með 60 smasta gegn 43, bæði lifið 3 ása. K.A. með 6 laumur gegn 7, sjá blokkin hjá K.A. gefur 7 stig en 14 í afturhaldningu, en það miðjutan skora mikið í afturhaldningu. Já. Og K.A. gerir svo öll fleiri mistök sem svolítið vinnur að vegur upp á móti því að K.A. skora fleiri stig úr smössum. En já, eins og ég segi, bara stórkostlegur leikur í alla staði. Já. Og kannski fyrir okkur K.A.-menn, það draumar að vinna þetta. Já. Þannig að já. Annars bara eins og Jóna, bara takk kærlega fyrir samfélgin í dag. Já, takk sem við og bara gangi ykkur sem allra best á Húsavík á morgun. Takk kærlega fyrir. Ég vona innilega að ég þurfi ekki að sjá þig hérna á mánudaginn. En annars eru við bara til í þann slag. Já. Sjáum hvernig það fer, allavega þið getið klárað innvíð Geitur Völsung á Húsavík á morgun. Yes. Og hvetjum alla sem geta til þess að mæta þar. Annars, já, bara heldum við áfram að fylgjast vel með starfinu í K.A. og bara þakkum fyrir árið. Bless. Bye.